Klukkan orðin 4, það föstudagur 30. Maí, þar að koma júni og FM 95 Blöður hafið göngu sína þennan, fallega föstudag. Auðun Blöndal heiti ég og beint á móti mér sitja tveir snillingar. Annar heitir Gilsinegger og hinn heitir Steindi Junior. Verið velkomni, drengir. Takk fyrir það, djöfull er gott að vera komin aftur. Já, búin að vera Steindan aftur eftir barneignafrí. Já. Tókst þér alveg heila viku? Tók mér heila viku, mættur aftur, ferskur. Gott að sjá þig. Já, sömuleiðis. Ekki að Sverrir Bergmann stóð sér vel hérna. Þannig að hljópi skarðið fyrir, en ef að það ekki. Maður vill samt hafa sitt lið í stúdíónu. Akkurat. Svona líður okkur best. Já, það er bara svo leiðis. Þetta er heimaliðið. Og það föstudagsstrákar. Þú ert ekki með dóttirina með þér? Nei, hún er bara heima. Já, hún er ekki byrjað að vera einsamt, eða er ekki? Nei. Sýrina er með henni heima? Já, konan með henni heima. Er hún byrjað að tala? Nei, strákar, hún er 8 daga gömul. Já, ok. Hvað vitleis er þetta? Hvað 2-3 vikur alveg í það? 2-3 vikur? Er hún byrjað að skriða? Nei, alls ekki. Gerur hún ekki þetta? Strákar? Hvernig er svona basic dagur hjá henni? Þú lýsir svona... Nú verðið þið að fara... Nú verðið þið bara að fara að setja eitt í opnum. Hvað kjafta er þetta? En byrði, Egill er náttúrulega með komið í opnum. Er hún ekki byrjað að skriða? Nei, hún er ekki byrjað að skriða. Hún er ekki komið tennur, hún er ekki byrjað að tala, hún er ekki byrjað að láta illa. Hún er bara, þetta er bara unga. Hvað er upp á slægið hennar? Fílar hún Láru? Hún fílar, Elskar hún Láru? Láru er upp á slægið, já. Það verður upp á slægið hennar. Þannig hún basically, hún hægir sér og sefur. Já. Pæli fullkomnu lífi. Það er ekki mikið stress á henni. Svona ætti lífið að vera. Ekki borga einn reikning næstu mánaðamót. Nei, það hefur ekki fallið lán á þessa prinsessu. Ég var alveg til að fara á klósettina, hæja mér og fara svo bara að leggja mig bara. Já, síðan kom mánaðamót, það er ekki borga einn reikning. Hvað er að gera? Ég ætla að hæja mig bara. Nei, þetta er brjóst, ég ætla að fara að sjúga þetta brjóst aðeins. Ég ætla að hæja mig bara aftur. Ég er búin að sjúga brjósti, ég er búin að hæja mig, hvað er að gera? Já, herri, ég ætla að leggja mig. Ég ætla að míga á mig og borga enga reikning. Þetta er kósi, en já, eins og ég segi, virkilega gott að vera búin að steinda aftur og þú ert í stuði, ekki Steindi? Ég er fyllandi góður. Ég er fróðandi fín, það er bara svoleiðis. Ég er komin aftur og mér líður vel. Þú ætlar að koma með a bang tilbaka. Algjörlega. Og talandi um það, að meðan ég var í burtu, þá fylltist inboxið hjá mér. Ángriðs af íslensku slúðri. Og það er stútvöldi pakki hérna eftir. Það gerist þegar maður tekur sér frí, sko. Egill, þú ert alltaf í stuð á föstudaginn, ekki? Já, ég hef aldrei verið betri. Hefur aldrei verið betri en akkurat í dag? Þó að hérna, nei. Út af því að, þú veist, það er 30. maí. Já. Sem því að koma júni, sem því að koma sunshine og 25 stæði hitti. Það er ekki alveg þannig núna samt. Nei, við fengum nokkra daga daginn, nokkra góða og þetta, ég veit samt, þetta verður gott sumar. Já, annars bara skreppuðu þið félagarnir. Þetta er svona, ég vildi gott við um helgina, það er svona veisla á morgun og eitthvað, en svo sá ég að það er bara rigning fram á miðvikudag. Það er 100% rigning á morguna. Nei, það átti að vera rigning allan dag, rétt byrja að dropa núna. Þetta skiptir einhver máli, svo lengi sem maður er í feeling. Já, maður getur skemmt sér í rigningu. En þú veist að það er mjög gott trikk líka að fara bara í stuðbuxur og hlýraból. Þá líður það þannig. Þetta er ángríns, það virkar. Ég fer oft bara út í búð, bara í hlýra og í stundum. Já, þetta er ekki það. Bara mjög fínt. En við erum með veisluhand ykkur í dag, kæru hlustendur. Eins og alltaf, það er topp 4 listin. Við byrjum á honum í síðustu viku. Já. Og ég er ekki alveg að ná þessu. Það er óvænt inn hjá okkur blöð. Það er ekkert sem er ekki að plana. Þú átt náttúrulega eftir, við þurfum að fá topp 4 listan þinn yfir erlenda dudes. Já, ég er búin að vera að hugsa þetta. Þetta er bara óþægilegt, ég skil þetta ekki eins og Hvað er svona óþægilegt þetta? Nei, ég er bara ekki alveg að ná þessu koncept. Þú ert að velja bara 4 gaura og þú ættir að flippa með þeim. Já, flippa. Já, bara Yrðir að sofa hjá einhverju, að vera með einhverjum gaur. Já, velja 4 þannig og þú með að vera hvaðan er sem voru heiminum. Já, ég skil það sko. Ok, hvað skilur það ekki? Ég skil bara ekki af hverju við erum að fara út í eitthvað svona. Ég bara skil ekki alveg. Það skiptir ekki máli. Þetta er bara til að lifa lífinu, lifandi. Já. Út af því að sko lifa lífinu Mjög góð útskýring. Ef þú værir núna, það er laugadagur hjá þér. Þú ert búin inn í bæ, þú ert single, lilla útskýra konceptið þess. Ok, kannski maður fá þér aðeins í glas, sérð fáránlega sexy gæja og þú hugsa með ég var akkur ekki bara taka eitt flip hérna með þessu gæja. Kippur hún þér heim, one passionate night. Ég sverða Þetta er fliplistin. Ég held að sért samkynniður. Stundum held ég bara að sért gay. Það er bara bæjari. Það er bara svona bæjari. Nei, ég er bara að segja bara óþægilegt. Ég var reikin að gera hana lista og Utti búin að vera að hamra þetta á mér bara í 2 klukkutíma. Ég er ekki búin að hamra, ég spurði bara hvort að listin var að vera tilbúin og þú bara svitnaðir. Þetta er ekki flókið. Nei. Það er meira... Þú veitir ekki 4-6 gaura það next þar... Jú, ég veit. Jú, þetta er bara... Þetta var bara... Mér finnst þetta bara svolítið óþægilegt. En það er meira að gerast í þættinum, eða ekki? Já, af því að við ætlum líka að vera með íslenska listan. Já. Já, það er... Já, þú ert að gera hann og þetta líka. Þú er líka að vera með íslenska listan. Það eru 4 kynþáttafullir íslenski kallmenn. Eitt af erfiðast sem ég gert á ævinni, það þurfa að velja
topp 4 þar. Ok, þannig ég missur einu þætti og þátturinn bara orðin svona. Þetta er bara stefnan í dag hérna hjá okkur. Herru, sko, þér fannst erfitt að finna 4 Egill af því að það voru svo margir hjá þér. Mér fannst bara mjög erfitt að finna eitthvað, og þetta er allt gauðra sem, við förum betur yfir þetta eftir. Svo eru sturlaðar staðreyndir á sínum stað, myndir fyrir cash, hefur fengið 2 vegna pásu. Já, það er einn af mínum uppáhalds. Ég ætla að vera rándýr í dag. Ég ætla ekki að selja mig ódýrt í dag. Það er bara svo lýst. Dóttirinn komin í heiminn og svona, þú ætlar að vera dýr. Já, náttúrulega breytar áherslur út á hann pappi. Þá getur ekki verið að flippa fyrir lítinn pening. Það er bara svo leið. Það er bara þannig. Og svo þarf ég að ræða eitt við þig hér á eftir Egill, ég ætla ekki að segja hvað það er. Og ég hata svoleiðis bull. Já, ég er bara pínu pirraður úti. Já, ég með alltaf leiðilegt ekki að koma mér óvart. Getur ekki að haga þér eins og maður. Ok, þá lætum bara hérna. Þetta verður spennandi, ég veit ekki. En maður ætti að vera með stuðlablöð, bara svona þetta hugleiðing, út af því að fólk er bara útborgað, fólk er bara hell í sig og fólk er komið í gýrin og eitthvað þannig. Gætum sleppti líka. Við getum kannski fundið eitt sameiginlegt. Ég er með nokkra pælingar með stuðla. Eitthvað Mortal Kombat-lag? Já, getur verið Mortal Kombat-lag. Íslensk slúður á sínum stað, nýr dagskrárliður sem heitir Uppábrettur. Hann er steiktur svona, má ég kalla þetta lélega addið, en getur það skemmtilegt. Þetta er náttúrulega bara ekkert annað en lélega addið. Og svo kemur hún Hera Hilmars leikona hérna í spjall til okkar sem að, stendur sig frábælega í húnastræðinu. Já, það er þetta. Þannig að eins og þið heyrið, það er nóg að vera, ekki missa af sekundu, kæru hlustendur. Þið að hlusta á FM 957, það er FM 95 Blöð sem er í gangi hérna, það er Steindi June, Egill Gils og Hutti Blöð og strákar, ég verð að segja, djöfulli fínt að vera mættur aftur maður. Gott að vera búið að fá það. Það er svo óþægilegt að maður missir bara af einum þætti, þá einhvern veginn svona, maður spennist allir upp og... Ég fann það þegar ég mistað þætti daginn líka. Er það ekki? Það er bara ekki náttúrulega gott. Egill, þú ert mjög stabill, þú ert alltaf á þínu stað. Ég bara með eina reglu í lífunni, ég missi aldrei úr föstudegi. Aldrei. Gott bara vinnuregla sem mjög gott. Mjög góð vinnuregla. En það er komið að slúðri hér í FM 95 Blöð, ekki íslensku heldur erlendu. Og ég er spenntur fyrir því í dag. Ég verð að við ekki það. Gaman að heyra. Ég er svona slúðuskýr. Já, ok. Ég ætla að byrja að slúður á George Michael. Hann er nú ekki oft í slúðupakkanum hjá mér. Hann að pissa eitthvað. Það er nú ekki oft á... Nei, hann er reyndar, með allt niður þessu. Ég veit ekki hvernig ég orða þetta. Jú, hann var allavega, þá var farið með hann á spítala núna á miðvikudaginn, þar sem hann bara collapsed at his home. Wow. Einhver vinnur hann sem að hringdi... Áfengiseitrun? Ég veit það ekki, en þessi 50 söngvari var farið með hann á spítala í flýti eftir að hann... Óverdósaði? Já, sko, þeir segja hérna, it's not clear what caused the singer's mystery illness. Og... Tekur það mikið að ég eða? Ég bara veit ekki eitthvað. Okay, ég hef bara aldrei verið í kringum hann. Nei, menn þetta er celebrity og... Hann er sennilega eins og Ríks. Celebrity, það skal ég Já, hann er svona... Jú, ég held að hann er alveg partígaur, sko, en hvort hann sé í einhverjum eiturlöfum veit ég ekki. Vonandi ekki, því að þetta er one hell of a singer. Ég hef alltaf fílað George Michael. Glaumgósi og bara fínasti söngvari. Hann getur alveg skrýðin á top 50 og flipplistana einum eða ekki? Já, mér? Er það ekki? Nei, ekki í dag. Okay. Gamla dag. Já, gamla dag, ekki. Maja systir, hún var alltaf voðaskotin í honum. Já. Við bara óskum honum góð spata, en hann reyndar, ég er ekkert hissa á að spyrja hvort hann væri með allt niður sig, því að allt slúður sem hefur verið af honum, þá hefur verið eitthvað hann að láta nappa sín á einhverju klósetti, einhverjum almenningsgarði með buksunar og hælónum eitthvað svona, en hann er bara niður. Greið. Já. Svo náttúrulega vita flestir Kim Kardashian. Já, að Kim Kardashian og Kanye West, þau eru gift. Varst það að fara í það? Já, vel gert. Giftu sig hérna, síðustu helgi í Flórens. Innilega til hamingju það. Já, innilega til hamingju, en það er ekki slúðrið hins vegar. Slúðrið er að myndin sem að Kim Kardashian setti af sér og Kanye West inn á Instagram er orðin mest likeasta mynd í sögu Instagram. Wow. Og hún er komið yfir 2 million likes. Já, ég ætla að hendur like á þetta. Ég ætla að bæta þess við í þetta. Nei, ég verð ekki að like. Ég er að fara beint í það núna. Akkurru. Og ég ætla að taka þátt í þessu myndi. Hvað er þetta inn á síðan af Kardashian eða Kanye? Ég veit ekki, jú, stendur hérna. Þetta er hjá henni... Kim Kardashian? Já. Af hverju er ég ekki að followa hann? Er ég með allt niður um mig? I'm her biggest fan. Ég er ekki svona eldan á Instagram. Þú þurftir að hitta pappa minn maður, þið myndu bonda sko. Já, en sko... Er hann mikill Kardashian maður? Rosalegur. Vitið hver átti netið áður en að... Kardashian bætti það núna. Justin Bieber. Já, Justin Bieber og Selena Gomez voru með 1,8 million likes. Búið að pakka hún saman. Já, komið yfir, þú ert ekki með 2 miljónir, ert þú að fara að læka þetta líka Steindi? Nei, ég ætla alls ekki að gera það. Nei, ok. Ég er að fara að henda innu, jafnvel ég hendi innu kommenti líka. Er það ekki eitthvað? Hvaða kommenti? Það er eitthvað svona congratulations Af hverju? Congratulations from Iceland eða eitthvað, ég veit það ekki. Nei, ég ætla ekki að blanda Íslandi í þetta. Þetta er ekkert mjög mikið að like. Slepptu þessu bara, like and no. 1.972.286 likes. Hérna stendur 2 milljónir, þau eru ljúað þessu. Ekki fara að kommenta á þetta. Ekki kommenta, setja bara like. Hérna... Like komið. Nei, og bara gott. Ekki komment. En OMG.
Nei, af hverju? Ég veit ekki, eitthvað OMG bara, ég ætla að henda OMG hérna. Af hverju? OMG. Oh my god. Það kom inn. Nú, hvað finnst þér þetta svona rosalega flott mynd? Það kom inn OMG. Af hverju? Ég á neðsta kommentið akkurat núna hjá Kim Kardashian, það OMG, sérðu þetta? Þetta bara óþægilegt. OMG, það stytningu Oh my god. En það nákvæmlega eins og kommentið fyrir ofan? Já, hún líka með OMG, ég veit ekki það. Það röglega bara 13 en hún setti mynda svona apa með sem að halda fyrir augun. Já, en það er hún 13. Akkur setur aldrei OMG á neina mynd hjá mér á Instagram? Ég er að fara að gera það bara núna. Já, farið nú Auðun Blöndal og setja OMG á eitthvað. Ekki að blanda mér í þetta. Þetta er Egill. Það eru líka myndina, efsta myndi þín er myndina mér og þér. Beint OMG. Þú ert sko að innan ertu eins og svona 13 ára stelpa. Það er eitthvað aðunum. Hérna kemur Egill Gilset OMG. Sleppum þessu. En seinast eftir Macaulay Culkin eða? Macaulay Culkin, það reyndi allavega að kunna bera nafnið hans rétt fram. Ég sagði Macaulay Culkin. Þetta eru bara útusnúningar. Nei, hann er ekki síðasta slúðrið. Síðasta slúðrið er af Michelle Rodriguez og Cara Delevingne sem er heitasta supermodeli í dag. Þetta fólk, ég veit ekki hvað fólkið er. Jó, Michelle Rodriguez er hérna latínó leikonan sem að vera í Fast and the Furious og öllum þessum myndum og svona tough guy. Hún er 35 ára og er búin að vera að deyta breska ofurmodelið Cara Delevingne sem er 21 árs, 14 ára á milli þeirra. Komin á dæluna? Hæ? Er hún komin á dæluna? Nei. Það eru lesbians. Mikið rétt Egill. Ég vissi það ekki að Michelle Rodriguez var lesbían. Ég hef ekki hugmyndu það. Nei, svona lærir að horfa á. Hann lærði þig eitthvað. Alltaf er maður að læra eitthvað nýtt. Glæsilegt. Hérna, já, þær eru sem sagt, þær voru par. Þannig við erum að spæja að tala frekar þær en Macaulay Culkin. Býtu Cara Delevingne, var hún ekki austur daginn? Hvað er þetta að tala um? Jú, hún var austur daginn. Já, kveikti sér samt ekki sígarettu eins og Sean Penn. Hún var austur með The Coldfather. Ert þú búinn að kveikja þér í réttin á austur eins og Sean Penn? Steindi er ekki Sean Penn. Nei, ég er engin Sean Penn, en ég ætla að viðkynna það. Ég hef kveikt mér einu svona í einni ískaldri salamandinni. Já, ok. Kvektur er í salamandinni, hvað sagði The Coldfather? Má ég, strákar, má ég klára slúðrið? Michelle Rodriguez og Cara Delevingne voru að hittast. Rodriguez Þetta grípa þannig fyrir þið. Já, klára þetta. Leiðu Blondell að klára slúðrið. Afsakið. Rodriguez sem er 35, en eins og ég segja, þá er Cara Delevingne 21 árs, það er 14 ára millir og það er hættu saman að því að Rodriguez var orðin, eins og stendur hérna, orðin þreytt á her hard partying lifestyle. Hún vill fara bara að setjast niður og svona róa sig Rodriguez, en Cara Delevingne, hún var bara austur á fylleri og eitthvað. Hún elskar að hella í sig. Þannig að þær eru að hætta saman. Voru búin að vera saman síðan í janúar. Það er nú ágætt. En sko þessi Cara Delevingne, hún er líka átt kallmenn sem gerast það, hún er verið bara swing both ways. Já, eins og ill. Og er ekkert að því. Þetta var slúðurpakki dagsins. Hér eftir smá stund fyrir við topp 4 fliplistan. Fáum að heyra listan hans Steinda. Við erum með hvað myndir fyrir cash og ég veit ekki hvað og hvað. En fyrst skuldum við auglýsingar. FM 957 ætlar að gefa þér fullt af glæsilegum minningum. Bara fyrir það eitt að svara í síman. Þú skráið þig í sumarleik FM 957 á heimasíðu FM og 10 sinnum á hverjum degi frá 2. til 20. júní hringjum við eitthvað skráðan hlustenda og mókum í hann vinningum. En þú verður að svara rétt. Fylgstu með á FM 957 allan daginn og dagskrárgerðarmenn segja þér hvernig þú þarft að svara. Ef þú svarar rétt, til dæmis FM 957 topp tónlistastöðin, þá gætir þú fengið alvöru mongúsjól frá G.O.P, Pop og snakkveislu frá Stjörnupopp, skemmtipakka frá Smára Tívolí, Sommersby sumarborð á English Pub og ef heppnin er með þér gætir þú í alvörunni fengið alla þessa vinninga. Sumarleikur FM 957, gleðilegt sumar. Ertu vinur vinaðina? FM 957 og tölvulistin bjóðir í vinalegan vinaleik. Leikurinn gengur svona fyrir sig. Inni á fésbókasíðu tölvulistans getur þú skráð vin þinn eða vinkonu og þar segir þú okkur akkur hann eða hún á skilið að fá geggjaða vinninga frá tölvulistanum. Á hverjum degi í 5 daga drögum við út heppinn vin sem gæti fengið Acer spjaldtölvu, JBL Bluetooth hátalaran, AC Ryan sjónvarpsflakkara, Razer leikjamús eða SteelSeries leikjalyklaborð. Föstudaginn 30. maí verður stóri vinningurinn dreginn út en það er Toshiba fartölva að verðmæti 99.990. FM 957 og tölvulistin, traustur vinnur, getur gert kraftaverk. I live the same day over and over. You hijacked their power. You're a weapon. Samfumkynir, Edge of Tomorrow. Tom Cruise er komin í sitt gamla form í einna bestu mynd hans til þessa. Frábær skemmtun. I'm good. I can still feel my toes. Edge of Tomorrow, komin í bíó. I think we better start over. Okay, do it.
Shell bíladagar 2014 verða haldir dagana 13. til 17. júní á Akureyri. Ökuleikni, drift, götuspyrna, Auto X, drulluspyrna, bílasýning, græjukeppni og heimsmet í Burnout. Taktu dagana frá Shell og Bílaklúbbur Akureyrar. Fimleikasamband Íslands kynnir Evrópumótið í hópfimleikum dagana 15. til 18. október í Laugardalshöll. Að ræða stærsta innanhús íþróttaviðburð sem haldinn hefur verið á Íslandi. Alls verða 50 lið frá 20 löndum sem keppa hinn eftirsótta Evrópumeistaratitil í hópfimleikum. Keppt verður á golfi, dínu og trampolíni bæði í unglinga- og fullorðinsflokki. Stórkostleg skemmtun fyrir alla. Ekki láta þennan einstaka viðburð fram hjá ykkur fara. Miðasala á miði.is. Og Coca-Cola kynna grínmyndina Million Ways to Die in the West. The American West is a terrible place. Everything out here that's not you wants to kill you. Frá gaurnum sem færðu þér tett kemur drepfyndin mynd með Liam Neeson, Charlize Theron og Seth MacFarlane í aðalhlutverkum. People literally die from their own farts. Million Ways to Die in the West. Sýnd í kvikmyndahúsum land allt. Framtíð ungs fólks skiptir okkur máli. Þess vegna aukum við framboð af smærri og ódýrari íbúðum fyrir ungt fólk í Kópavogi. Ég heiti Andri Steinn Hilmarsson og fulltrúi ungs fólks á lista Sjálfstæðisflokksins. Áfram Kópavogur. Nú hún komin hinn heimsfræga hamborgarapizza á Pizza Hut. Pizzan þar sem ostborgarinn bakaður inn í kantinum. Komdu, prófaðu og njóttu. Láttu sjá þig, Pizza Hut Smáralind. Boksaðu því í form í sumar. Nefaleikastöðin kynnir 3 mánaða sumarkort og aðeins 14.900. Tilboðið gildir út maí. Kýldu á það. Box.is. Túborg og Reykjavík kynna í 9. sinn á Íslandi Icelandic Tattoo Convention dagana 7., 7. og 8. júní á Bar 11. Háskólapróf í daglegri iðju mannsins. Iðjuþjálfunarfræði við Háskólann á Akureyri. Skemmtilegur félagskapur, alvöru nám. Háskólinn á Akureyri. Fyrirtæki þitt að fara að halda partí? Láttu Hendrix sjá það frá A til Ö. Hendrix við Gullinbrú, bestur í partíum. Hvert þitt uppáhalds salat? Þú velur hráefnið og við búum til salatið. Opið til 9 í kvöld. Lokal Borgartúni 25. Benekos. Náttúrulegu snyrtivörurnar sem allir að tala Tryggðu þér eintak á næsta sölustað. Öddi Blöð, Steindi Junior og Gils á vaktinni alla föstudaga. Þessi snillingur David Guetta verður í höllinni 16. júni. Það er ekki búin að tryggja eitthvað með en á miði.is sem myndi ég fara í það, já, bara strax í dag. Hann fara að hita upp fyrir Muscle Boy. Já, hann hitar upp fyrir Muscle Boy. Hann er líka að fara að hita upp fyrir Steindi Junior. Ég ætla líka að gefa honum, já, hann hita líka upp fyrir Steindi Junior. Pælið í maður. Pælið, við verðum hann líka við erum saman félagarnir. Ég ætla að vera baksi svona, hey Guetta. Ég ætla að gefa hann svona important DJ tips. Er það ekki eitthvað? Já, ég held að hann kunni hita á play sko, en fínt samt á... Heldur hann kunni það? Getið sýnt honum það, já. Bara grætt takki, svo ítar á. Ef þú eru með sömu græjuna. En það hins vegar komið að topp 4 listanum. Við ætlum ekki að fara í íslenska kallmenn strax því að Steindi Junior var í fríi síðustu viku. Hann var í barnegna leyfi. Þú veist, bara afsakið, ég ekki að ná þessu. Hverju ert ekki að ná, Steindi? Þetta ekki flókið. Gerður þú topp 4 lista kallmenn út í heim? Já, ég gerði það og þetta var bara mjög óþægilegt. Bara gæjar, svo myndu vilja fá inn í þig út í glasi. Þetta ekki flókið. Egil. Hvað? Nei, þessi lista, þetta var svona... Getum við ekki bara kallað þetta flip-listan eins og við gerðum síðasta föstu? Það er búið að skemma það núna. Já, það er búið að gera mér líka. Þetta er orðið 100 sem erfæra. Þú ert að fylla... Hvað? Ert þú að horfa á hana lista allt öðru sem við hinnir? Var þetta ekki flip-listinu? Hvernig ert þú að horfa á þetta? Flip-listi. Sérðu fyrir að þú sért bara 4 fóti núna og einhverja sem önnum er... Ekki hætti þessu. Það eru krakkar að hlusta hérna. Já, ok, bara 4 myndalustu kallmennina þínu mati. Svo er til að eigða einni heitri nóttu með. Orðum þetta bara þannig. Ég var samt ekki endilega að horfa á þannig sko. Hvað þá? Ef maður yrði að flippa, jú. Bara 4 myndalegmenn. Já, ég horfa á þetta líka sem kannski svolítið meira flip. Ég viðurkenni það. Já, en þú valdir... Ég stend með mínu lista. Já, ok, segjum bara Steindi, ef þetta væri til þess að bjarga heiminum, að þetta eru 4 menn sem að ef þú yrðir, þá myndir þú velja þá. Ok, ég ætla ekki að hafa þetta, þeir eru ekki í réttri röð, fattur. Þeir eru bara randomly, þetta eru 4. Já. Ég ætla bara ekki að leggjast það lágt að númera þá. Ok, við gerum það bara í síðustu viku. Við númerum á en alltaf læg. Reyndar eitt sem ég verð að koma inn á Egill. Sko, ég ekkert frá því að Cristiano Ronaldo hafi verið að hlusta á þáttinn síðasta fösta.
FM 95 blöð. Því að þú settir hann ekki á topp 4 listan þinn. Ég setti hann ekki á topp 4 listan minn. Herðu, svo skora hann vítunu, rífur svo róan. Mér fannst eins og hann var að öskra okkur. Hann var að því. Bara ég ekki á topplistan með ykkar, auðmingjarnir ykkar. Svona 3,45%. Rosalegt. Ég sveið með það. Hann kom samt að topp 10 á mér. Hann bara rétt mengaði ekki köttið í topp 4 sko. Ég held ég verði að henda hann minn á topp 4. En það komið að steinda hins vegar. Ok, hérna, ég skal þá númer þá. Og þú ert síðan að setja strax á Twitter hérna steindi með hashtaggi topp 4 þegar fólk að fara að setja sína lista síðan. Íslensku og erlenda. Við hvetjum hlustendur í Hvort og hvetjum hlustendur að íslenska lista síðan erlenda lista. Íslenska. Bara bæði. Ef að gera eftir íslenska listan bara. Íslenska. Það er miklu meira spennandi. Ok, steindi, byrja. Ok, sko, þetta var erfitt, ég viðurkenni það og ég átti svolítið erfitt með að skilja þetta líka en ég ætla að vera með, sem sagt, í 4. sæti. Í 4. sæti. Þá ætla ég að byrja að nefna Nicolas Cage. Nicolas Cage? Ég verð endar hrósunum. Nei, hvað meina? Sástu Nicolas Cage í Con Air með það þykka svarta hár? Já, þegar Con Air kom út, þá var ég líka með þykkt hár. Já, en ég akkurat að... Erum við ekki að tala daginn í dag? Nei, ég bara nákvæmlega að hugsa það sem Egil að tala Hann hittir bara naglan beint á höfuð. Ég að hugsa Con Air. Ég að hugsa Nicolas Cage í Con Air. Já, ok. Máttum að fara aftur í tíman? Já, þeir eru búin að... Hann er búin að tegja koncepti, ég veit ekki. Ok, hefði ég mátt segja Marlon Brando 68 eða? Hvað mennur í Beverly Hills? Já, þetta því að Stendir að vinna þessu upp eftir það var ekki með okkur síðan, þá gefur við svona súkulæðabólu feeling á þetta. Nicolas Cage hjá súkulæðabólu. Ég hlustaði ekki síðan. Þetta er allt í lagi. Þetta er allt í lagi. Herðu, hérna næstur á listanum, það er Kurt Russell. Hvaða gamlingjalist er þetta maður? Reynda að vera að gefa hann það. Ertu að reyna að forðast að segja hvað menn þið finnst sexy eða? Nei, ég Ertu að segja mér að þið finnst Kurt Russell meira sexy heldur Ryan Gosling til dæmis? Reyndar var ég ekki búin að bara datt mér ekki Gosling í hug. Sko reyndar Kurt Russell í Tango and Cash þannig að sturta sem er slægin. Er hann í einhverju tímavél hérna? Herðu, þið eru bara að velja nöfnin sko Nicolas Cage í Con Air. Heyrðu regli, af hverju fórstu fram hjá því? Þegar Kurt Russell var í Tango and Cash að sturta sig með slæg í fangelsinu. Já, bara ég var meira bara svona að hugsa þegar hann var með leppin í Escape from LA. Ég fór á Tango and Cash 89 í Oklahoma. Já. Þá var Kurt Russell þetta er minn listi. Ég má alveg gera þetta er minn flipplisti. Já, en þetta átti samt að vera alvöru nöfn. Já, þetta eru alvöru nöfn. Þetta er Nicolas Cage og Kurt Russell. Og ég hálnaði með hann. Já, hálnaði hann eins og setja rölda með eitthvað elliheimili. Alls ekki. Finnst þér það mest sexy bara í heim í dag eða? Ég veit það ekki með þetta er erfitt bara. Ég með dætt þetta bara í hug. Í fyrsta lega var ég ekki búin að eyða heilum degi eins og þið sko. Þið eru alltaf alveg með allt. Nicolas Cage og Kurt Russell. Já, ég ætla að... Hver er næstur það? Sean Connery? Nei, það er The Rock. The Rock, ok, það er enda rándýrt. Ég hef alltaf séð sjálfa mig í The Rock. Þannig að þú væri til í að eyða nótt með einum 130 kíló vöðva trölli. Nei, ég var ekki til það. Það var alls ekki. Sama hvernig ég seti þetta. Þú settir hann á flippist. Ég fattaði ekki að vera að spá í einhvern fíngerðum kallmennum. Ég veist ekki að gamlið var að heitu fyrir svona. Herru, ég ætla að halda áfram. Herru, ég ætla að klára þetta bara. Þetta er alveg ömulegt. Verður Egil á topplistunum þegar það er á íslensku? Nei, það er fín í kveðsla. Það er út í svona vöðvatröllum. Þú ert komin í bodybuilder. Herru, þetta er... Slepp mér svo bara. Nei. Ég nann ekki að klára þetta. Það er Wesley Snipes. Það er bodybuilder. Þú ert með 4 vöðva kallaðan. Þetta er allt bodybuilders. Já, og engin undir 40. Þú ert svolítið í elli-deildinni? Er ekki svolítið í elli-deildinni? Nei, ég er ekkert í þessari deildinni. Þannig að... Já, ég er plataður í þetta. En mér er bara skrítið það er típist að þið hafi ekki eins og gert svona lista. Ég sverða, við vorum með þetta síðustu viku. Hver var á ykkar? Hver var nummer 1 á þínum? Nummer 1 hjá mér var Ryan Gosling. Nei, David Beckham var í fyrsta sæti hjá mér. Ryan Gosling var í öðru, svo var ég með Bradley Cooper og Ryan Giggs. Og David Beckham, hann ekki, hvað, hann er 5 ára yngri en Wesley? Já, nei, Wesley Snipes örugglega verið 50. Já, og huggulegur, hann er huggulegur. Þannig að þér finnst Wesley Snipes flottastur. Hann var í efsta sæti á topplistanum. Ég veit það ekki. Ég er ánægð með það lista. Já, ekki það, auðvitað, þetta er allt flotti kallmenn. Þú vilt bara röff gæja gamla skóla. Nei, ég vill ekki röff gæja, mann. Hver var það þínu lista? Hver er það fyrsta sætið þér? Það er það svo vil. Hver er það þér? Nei, segðu það bara, einhver pínu lítið. Hver var einhver 60 kílóa maður? Hver var í fyrsta? Egil Lindur Lagnálur höfði þetta. Hvað var hann með? Þú vilt röff.
Gaurar gamla. Þetta er svo barnalegt. Akkur erum við á þessu plani? Ég skil það ekki. Ég næði ekki. Ég bara næði ekki. Þannig að það sem þú ert að segja hlustendur Steindi. Nei, ég er ekki að segja það neitt. Það er bara svoleiðis. Ef þú ert bara að flippa eitthvað, þá viltu láta refsa þér. Ég er bara að flippa eitthvað. Það er ekki að fara að flippa neitt. Þú vilt láta taka þig í gegn. Hættu. Þú ert búin að vera óþökkur. Nei. Hér eftir smástund, þá er það topp 4 listinn og íslenski kallmenn og trúið mér, kæru hlustendur, það var erfiðara. Macaulay Culkin áttu að vera fyrst. Rétt áðan voru að hlusta á David Guetta sem er á leiðin til landsins og það vil svo skemmtilega til að annar þessar aðala er á leiðin til landsins líka, það er hann Justin Timberlake. Erfiðar að fá Michael Jackson kannski, en þetta eru þeir Michael Jackson og Justin Timberlake með Love Never Felt So Good sem á vel við því að við erum í topp 4 listunum. Steindi er búin að segja listan sinn að hann vil hafa harða gamla skólanum. Nei, ég vil ekki, þetta var, Þetta var ekki þessum lista. En hvað varst að segja þetta í lokin? Macaulay Culkin? Nei, þið voru eitthvað fartan að planta einhverju pælingu að hafa... Ef þú varst að tala um Macaulay Culkin, þá veit ég ekki hvort það var ógeðslega þannig að hann var in his prime. Því að þá varstu, þá áttu ekki heim í þessu stúdíói. Ég er ekki að tala um það. Eða hvernig hann er í dag, því að hann er... Við hefur síðan í dag, hann er svo lappandi andri sönd, sko. Já, málið er að ég ætla að tala um að vera með netta kallmenn. Ég allt í nú fór að hugsa það. Það er ekkert must, þú vilt hafa það rough. Það er alltaf það, þú vart ekki að skammast þín fyrir það. Vá, það er ekki hægt að tala við ykkur. Það er ekki hægt. Ég er að sjá það hérna í tölvunni við skuldum auglýsingar en bara strax eftir auglýsingar, ekkert lagað neitt, þá förum við í topp 4 listan yfir íslenska. Þið eru líka að fara að taka þátt í því. Já, við tökum þátt í því líka. Kláraði listaðinn, þú hefur núna, maður sjá, við erum með smá auglýsingar, svo förum við beint í þetta, ekki missa þessu. Þú ert að hlusta á vaktina. Gaga eða Britney? SMS í 1909 eða 1909.is. Þú klárar málið. Við leggjum inn á þig. 1909.is. Þegar þig vantar smálán. 1909. 8. til 10. bekkur takið eftir. Basic House Effect kynir í samstarfi við Doritos og Subway. Sumargleðin 2014, 12. júní næstkomandi. Miðasala í fullum gangi á Subway-stöðum höfuðborgarsvæðisins og völdum Subway-stöðum á landsbyggðinni. Miðaverð einungis 3.500 krónur. Alla nánar upplýsingar á sumargleði.is. Biljardbarinn Faxafinni. Opið núna. Biljardbarinn Faxafinni. Monster iSport. Alvöru heyrnartól í ræktina. Heimilistæki. ht.is. Á þjónustustöðum Shell þjónum við til sætis. Það er að segja bílsætis. Starfsmaður okkar fyllir á tankinn á sama verði og í sjálfsafgreiðslu. Shell, fáðu sem mest út úr hverjum dropa. Sumardrykkirnir 2014 eru komnir á öll kaffihúsin okkar. Kíktu við og fáðu þér gómsætan frappá, ferskan smoothie eða svalandi íste. Te og kaffi með þér í 30 ár. Það er steik og stellan. Lax og hvítt í sólinni í bakarinn. Pottþétt 300 gramma burger á nammutugum. Að geta valið Coke eða Pepsi er algjör snill. Átt þú þér eitthvað uppáhald á 73? 73, Laugavegi 73. Kíktu. Óvænt útgjöld setja oft strik í reikningin. Hjá Hraðpenningum getur þú fengið lán hratt og örugglega. Við hjálpum þér að brúa bilið. Hraðpenningar.is. Í ár I call them Sentinels. stendur sterkasta lið heims frammi fyrir stærstu ógn. I need to bring us together. Veraldar. All the X-Men. X-Men Days of Future Past. Komin í bíó. Lavabarinn. Happy hours frá 6 til 10. Lavabarinn. Engin loforð, bara lýðræði. Píratar, X-Stop. Shell bíladagar 2014 á Akureyri. Dagana 13. til 17. júní. Skemmtu þér vel og varlega. Shell. Skítamórall verður með ekta sveitaball í Íþróttahúsinu Grindavík laugardagskvöldið 31. maí. Þú ert að hlusta á FM 95 Blu. Það held ég, kæru hlustendur, þið eruð að hlusta á FM 95 Blu. Við erum í miklu stuði hér, ég, Egill Einarsson og Steindi Junior verðum til 6 í dag. Og já, framundan nýr dagskrárliður sem heitir, það er eiginlega bara vonda atið, hún kemur til okkar í spjall, leikonan Hera Hilmars sem að fer á kostum í Vonarstræti. Við erum með íslensk slúður og myndunum fyrir Cash, sturlaða staðreyndir og fleira, en það er hins vegar komin tími á að loka topp 4 listanum og núna er það íslenski kallmenn. Já.
Herru, við ætlum að minna hlustendur á hashtag sem við erum með í gangi. Já, við gerum það leiðunum búinni hérna. Já, ok. Þegar við erum búinni með okkar lista. Þá setjum við okkar lista inn á Twitter allir og heimtum að hlustendur setji sinn. Já, það væri gaman að sjá, þú veist, þetta í alvörunni, svolítið fróðlegt, að sjá þessa topp 4 lista. En hvað með þeir ladies sem vilja líka vera með í þessum leik? Mega bara stráka þetta gátt? Nei, bara allir, ladies og strákar. En eiga ladies setja topp 4 flipplisti sinna á konum eða það að gæja? Nei, ef við ekki hafa þetta bara kallmenn, en mér finnst að stelpur og strákar og aðalega strákar eigi að taka þátt. Þannig að það er bara að vera kjósum kallmenn, en konum eiga að taka þátt. Allir bara, það er gaman að sjá listan. Read you loud and clear. Ok, sko, ég verði að viðurkenna það. Ég átti ekkert í erfiðleikum með hinlistana því þetta eru bara einhverju gaurar út í heimi skilur eins og David Beckham og eitthvað svona, það er ekki eins og ég sé bara að hitta hann. Hérna rekstu á þetta fólk. Þú rekst á þetta fólk. Þetta er mjög óþægilegt að gera íslenska listan. Af því að maður þekkir, ég þekki alla sem eru á listanum minn. Og hvað er ég að fara að hitta þá bara og herru sæluna, ég þetta var bara eitthvað flipp í útvarpinu. Slakar einum niður og... Bara svo að vitur að því að við hittum sig á barnum kljóðan svona rétt fyrir lókun, þá er ekki til. Þú ert að segja það með þessu. Nei, þetta er flipplisti. Já, en þú ert samt sko... Þetta er ef ég yrði. Nei, öllu grínislepp fylgir smá alvara sko. Nei, ég er ekki sammála því, ekki gera þetta verra. Mér finnst ekkert vesinn, ég skil líka að vesinn að ræsa ykkur yfir. Þetta er einstaklega léttur þig. Óla léttur þig maður. Steindi, vilt þú byrja? Nei, þú byrjar. Og ég byrja. Ég var einhvern veginn, ég þarf aðeins að gíra mig niður. Vonast þér að sleppa að byrja. Gíra mig niður. Ok, þá er það topp 4 listi minn. Er hann alltaf að byrja 4 og vinna upp? Byrja 4 sæti, þeir eru samt allir voða jafnir eitthvað. Ég nenni ekki að vera númeramennina. Þetta er alveg... Já, þetta er voðalega skrítið. Þetta er hrikalegt. Það er ekki beðið. Ég var ekki spenntur í mörg ár. Það er eitt sem að datt næstu inn á listanum hjá mér þetta rétt á hann. Ég ætla að setja hann í 5. sæti. Af því ég glemd honum. King Maggi Skeving. Hann var hérna áðan frammi og var að segja okkur einhverja rosalustu sögur sem ég heyrst á æfinni. Já. Hann kann að segja sögur á Maggi Skeving. Hann er rosalegur sko. Og one hell of a man. Besta saga að ég heyrt sem hann sagði það. Já, hvernig hann nefnbrotnaði. Hann var einhver með öldungang. Hann er í 5. sæti. Hann er líka liður. Já, þeir ekki verið að gera það vera. En ég ætla einmitt að fara að segja, ég ætla bara að segja strax að ég er með einn á mínu lista sem er svona kannski kringum 50 eða eitthvað. Það kemur bara ekkert óvart svona með síðasta lista. Nei, ég bara nenni ekki að fá skítkast. Þetta má vera allir aldur. Já, sjálfsögðu. Það er bara þinn skoðun, skilur. Það er bara þinn smekkur. Það kemur ekkert óvart að Raggi Bjarna sé í 1. sæti. Það er ekkert svona með listaðina. Það er ekkert svoleiðis, en við verðum að virða bara. Já, auðvitað. Og eins og ég segi, þetta var skrítið að gera þetta, því þetta eru íslenskir kallmenn. Ég ætla að setja í 4. sæti góðan við minn og það er Jón Jónsson. John Johnson. Því að hann er one hell of a human being. Samtalið vandrarlega þeir eru vinir og svona sko. Ég er enda forðast að hafa svona nánustu félagann inn á þessu sko. Það er svolítið óþægild að vera með sko, þeir eru mjög góði vinnir, er það ekki? Nei, það er skrítið að þið enda saman ykkur flippið. Hann drekkur ekki líka sko. Nei, af því að það getur orðið til þess að ég myndi að fyrir þetta flip. Drykjan mín eða, hættu þessu. En hvenær félstu svona mikið fyrir hún? Er það bara í gegnum talandi eða? Mér finnst það bara myndalög maður. Erum við ekki að leita því? Jú, á ég semst bara að velja einhverja sem ég get ekki hitt. Nei, bara þetta er þinn listi. Já, en ekki bara. Líka hann er svo léttur á því, við getum bara flippað eftir það, skilur. Ég held að myndi ekki hafa neina áhrif. En hann myndi ekki beðið að maður náði djús eða eitthvað svona vesen. Hann myndi bara. Við myndum hlæja eftir þetta. Já, ég vil bara fara í gannislag. En sko, eitt annað, hérna, þetta þarf heldur ekki bara að vera útlitið. Nei, hann er líka skemmtilegur. Innihaldi líka sko. Já. Áttu maður ekki bara að segja 4, ég er actually að reyna að gera þetta eins og maður. Þó mér finnst óþægilegt. Jón Jónsson fær 4. sæti á mér. Í 3. sæti er Vignir Andersen. Já, það kemur ekkert óvart. Hver er það? Hann er með lottokúlurnar og er afgreiði kultúr í kringlunni. Eitt myndast þegar í heims. Kann að klæða sig líka. Já, ég er ánað með þig út svona, út að rokka svolítið. Ég þekki hann mjög vel líka. Þannig að þetta er líka óþægild. Ég er að fara í golf með honum í næstu viku. Hann er komið með eitt svona röf, svona einna gamla skólan. Ég ánað með þig. Já, hann er með svona 5 o'clock shadow sko. Já, það er mótuhjóli og svona. Það er grjótart. Við þurfum ekki að fara eitthvað við þurfum ekki að fara út í dítela. Nei. Og ekki bara segja listan. Í öðru sæti hjá mér er Rúrik Gísla. Knattspyrnumaður. Mjög huggulegur. Já, huggulegur drengur. Eðlilega á hann heima þarna. Og þekki hann vel, hann er actually bróðir Ollu sem er konan hans Jóa Áspjör sem var með mér í 70 mínútum. Þetta er bara góð listi þar, hinga til. Ég lakka þetta að heyra hverju í fyrsta. Í 1. sæti er ungu maður sem leka móti hér í löggutreilunum, leynilöggunni og það er Björn Hlynur. Ég verð að setja Björn Hlynur í 1. sæti. Ég sá hann einu sinni labba upp stigan í Hörpunni. Í þröngum buxum. Í þröngum svörtum buxum, í svörtum leðujakka með Ray-Ban sólgleru
Viltu ekki stoppa mig og getur? Hárið aftur til lofti. Nei, og ég spurði hann bara, þetta var bara einhver dýrast innkomin sem ég sé. Fyrst sem hann sagði mig, shit, ég er svo þunnur, ég ætla ekki að koma úr rúminu, maður. Þannig að það verðist ekki skipta neinum máli hvað hann er að gera. Hann er alltaf flottur. Já. Mjög góð listi. Það fyrir ekki fram hjá neinum. Það er bara auðvitað, varst það að gera hvað að gera það? Óþægilegt að hlusta á þetta er frábær listi í öðru og við erum með 1-1 í top 4. Síðast vorum við með 2-1. Við erum svolítið samstíg í þessu félagarnir. Herru, ég er með alveg allt öðru þessu lista. Og við erum ekki með neitt sameiginlegan á þessu listum. Og djúðlega gott að vera búin. Vákaði og erfitt að vera eftir. Jæja, Steindi, hver er að hrista í þínum fjöðrum? Það er Hvað er ég velta að fá inn í þig? Segðu það bara. Hættu þessu, Egill, maður. Þetta er ekki þannig. Nei, þetta er ekki þannig. Herðu, Samma hættu segja það. Í fjórða sæti, þá ætla ég að segja Benedikt Valsson. Benni Hraðfrétta. Hraðfrétta Benni. Skemmtilegur, huggulegur. Já, hann er huggulegur strákur. Já, gott val. Hann er örugglega topp 10 hjá mér. Á maður að fara hrætt yfir þetta bara. En okkur er Benni? Nei, bara, það er engin ástæða. Bara svona, þú veist... Sætur? Já, við erum Akkur er þetta svona með lóðan Hann er fann að svitna. Steindi er að nutta lóðanum saman á fullu og er eldrauður í fram. Þið finnst þetta verri en mér. Þetta er mjög óþægilegt, sko. Nei, við erum bara kunningar, sko. Þannig að við erum ekkert að hanga saman. Það var í verra. Í þriðja sæti, þá ætla ég að setja Jókvan Hansen. Akkur hlærðu? Ég veit ekki okkur, ég er bara byrst afsöngur á þig. Setur þú Jökvaninn? Byrju, er það ekki bara myndalegu strákur? Já, ég veit ekki okkur er búin að hlæja og ég byrst afsöngur á þig. Akkur er hlósti? Ég veit ekki okkur. Herru, þú varst að segja við mig aðan að ég væri bara á gamla skólanum og væri bara... Er ég gerðin að vera frumlegur? Hann hefði komið 50 kilo af færing. Já, ég segi það. Já, þú ert kannilega að rokka svolítið með þetta. Nei, ég rokka með þetta. Er það ekki bara nákvæmlega sem, Viltu hafa á blíðar eða þetta líslensku? Nei, jú. Í rauninni, við vorum að tala það. Ég skeit svolítið á með hann. Ég vill ekkert vera með að flippa með rock. Við kenna alveg. Þess vegna er ég búin að segja Benedikt Valsson og herru, djúvill er þið leiðilega. Nei, Jökvan. Það er ekkert að, ég skildi okkur eigið hló. Það er þetta Benni og Jökvan. Maður að reyna að taka þetta frá hjartanu í þetta. Já, það er skemmtilega líka nátt að tala við Dónulega á færiskum. Já, annarsæti. Það er gaurinn sem er í The Doctor. Doctor. Þetta er íslenski listin. Já, íslenski doktor. Hver er það? Hann er með svona skegg, fattu ég? Ég veit ekki hver þetta er. Er það hendin einhverju nafni sem maður veit ekki hver er? Nei, sem er The Doctor, googlaði þetta. The Doctor, sem var á stöðu 2, þættinni, sjónvarsþættinni, Doctor. Íslenskur. Er hann íslenskur, eða? Var hann leikið erlendu þáttum með það? Nei, það voru íslenski þættir. Nei, þú ert að búa eitthvað til. The Doctor, íslenski þættir. Skeiti á mig, þar er ég að búið að setja nýjan að inni það. Þá er ég með top 5 í rauninni. Já, ok, þú voru að henda inn einhver einu minn. Hver var að dansa við listan? Já, það, Sá sem var að dansa þetta, það var, ég viðurkenni það, hann er eldri en við. Já. Hann er eldri, en ég ætla að spila þetta svolítið út af því að ég held að stemningin geti verið mjög þægileg. Já. Sérstaklega eftir á. Já. En það er Gunni Helga. Gunni Helga, ok, þannig Gunni Helga fjórða sæti hér. Já, Gunni Helga. Þriðja sæti Benni Hraðfréttum, Jökvan er í öðru sæti. Benedikt, Jökvan, Gunni Helga. Ok. Gunni Helga. Já. Leikari. Já. Þetta snýst, þá er ég líka að tala ég held að stemningin geti verið mjög góð. Ok, og hver er í fyrsta sæti? Og í fyrsta sæti, það var í rauninni kannski ekkert erfitt fyrir mig að velja fyrsta sæti, en það er Seth Sharp. Það er Seth Sharp, já. Ok. Það er þetta, ég veit ekki, það er gott val hjá þér. Já, þá er komið að... Mikið var þetta á það. Hvað er fínt að vera búið með þetta. Þannig að, veitu, má ég spyrja, varst að flengin yfir X-Factor þetta sínum tíma? Hvað meinar þú? Með Jökvan og Seth Sharp. Þú er svolítið hrifin að dökkum mönnum, með Rock, Wesley Snipes og Seth Sharp. Hvað er það? Það er smá Jungle Fever í sig. Það er ekki Jungle Fever í sig. Benedikt Valsson, Jökvan Hansen. En sko bæði Seth Sharp og Jökvan voru í X-Factor. Já, ég vissi það ekki. Þú hefur verið að horfa á það þætti. Teitur, aðrein senda mér á mig einhver hlustandi sem er með mjög háa grindaðstölu var að senda með Teitur Læknir. Já, ég er að tala um hann, já. Ákveð sagði ekki bara Teitur Læknir. Því að ég vissi ekki hvað hann heitir. Teitur, ég ætla að taka, það er Teitur. Ok, Teitur, þú ert að hlusta Teitur, steindi klár. En þá komið að...
Þetta var erfitt fyrir þig á allt annan hátt en okkur. Já, ég bara, mér varst erfitt að kötta lista niður, ég veit ekki hana. Egil spurði mig sko á sunnudaginn síðasta í ræktinni hvort ég væri búið með lista minn. Þá var hann byrjað að spá í þessu viku fyrir þátt. Ég veit ekki hana. Ég hef svo mikla ágjur af þessum áhuga hjá þér. Sko, ég ætla að byrja að segja, ég hef ákveðna súkkulaðibólur í mínu lista sem ég ákveða velja ekki, og hlustendur vita hvað álit ég hef á þessum mönnum, og þessir menn verða ekki á listanum mínum, og það er Arna Gunnlaugs, Ási Kolbens, Fjölnir Þorgeirs og Valtý Björn. Enginn af þeim á listanum? Nei, bara ekki segja út af því, ég vil ekki eyða plássi á listanum, það vita allir að ég er huge fan og þú veist, þau eru myndalegur alltaf. Ok, ég held að Arna Gunnlaugs var alltaf á þínu lista. Já, þeir eru súkkulaðibólur í dag. Ok. Og síðan alltaf þetta ég velja topp 4 sem ég persónulega kjaftaði, þetta er alltaf topp 10 listi, mér. Þannig að Arna Gunnlaugs, Valtý Björn, Ási Kolbens og Fjölnir Þorgeirs eru á topp 10 hér. Nei, þeir eru þá í topp 14 sko. Já, ok. Sko, en ég þarf að segja sko, má ég segja hverjir komist ekki in the cut? Það er aðeir Egil. Sko, sem voru mjög nálægt í. Já, bara. Hólmbert Friðjónsson, knattspyrnumaður. Já. Rúrik Gíslason. Já. Reinhard Þrastason, eða Pretty Boy, sem snýr lottókúlum. Já. Hilmi Snær. Já. Þorvaldur Davíð og Vignir Andersen. Þessir hefðu allir, þessir voru allir að banka. Akkur finnst þetta svo fæðið? Vá, þið líður best núna. Ég hef aldrei séð þig svona að þú ert í S-unni. Þú ert actually spennt, þú ert bara sveittur og efriður. Þessir 6 voru allir hennar. Ok, allir að banka. Voru mjög nált að komast inn. Þú komið á topp 4. Okay. Þetta var svo erfitt. Ég er að vinna með unga ferska gæja. Þetta er það. Í 4. sæti, fættu 1991, Róbert Aron Hostert, handboltamaður. Ok, hann var nýorðin Íslandsmeistari. Já. Með sítt og þykkt hár til að hamingju með það, þú ert að hlusta. Mjög huggulegur. Þóleikir eru að horfa á handboltamenn og hárið eru að þvælast fyrir þeim. Hérna, næsta. Já, númer 3, drengur fættu 1990, Jökull Júliusson, Jökull í Kaljó. Já, hann er alltaf í 3. Já. Ok, úr Mosó. Já, hann er standsið vel. Já, bara frábær söngari. Í öðru sæti, Atli Sigurjónsson, Káir, fættu 91. Já, með sítt ljóst hár. Já, flott þetta hár síðan séð. Myndalegu drengur. Rosalega finnst þér. Ég væri til að sjá hann henda það í tagl einhvern tíma. Þú ert svolítið að... Akkur viltu að sjá það með tagl? Þessi listiðin er svolítið í Toys R Us, finnst mér sko. Nú, akkur, þetta er allt ungir strákar í íþróttum. Þetta er 91 og 90, síðan fer ég beint í 74 árgerina. Í fyrsta sæti. Já, og það er Björn Hlynur. Er hann í fyrsta sæti að þið líka? Ég sett hann, við vorum báðið með hann í fyrsta. Finnst ykkur hann heitari en Seth Sharp? Já, með fullri virðingu fyrir Seth Sharp sem er one hell of a singer. En ég beð virðingu fyrir þínu smekk, sant? Já, ég líka. Þannig að þetta er minn topp 4 listi og þessi listi núna farin á Twitter. Ég er mjög stoltur á þessu lista því ég pældi í honum, ég pældi mikið í honum. Alla hlustendur til þess að setja topp 4 listan sinn yfir, íslenska kallmenn með hashtaginu topp 4 og ég seti hérna hashtag líka FM95. Ég spáði að hafa árgerðina fyrir aftan að fólk getur svona séu hvað eru gamlir og svona. Þetta var topp 4 listin, ég veit ekki með ykkur drengir en ég er nokkuð sáttur að þessi listi sé búinn í dag. Kynir í samvinnu við Túborg finna góðsarnakenndu sveit Pixies í Laugardalshöll miðvikudaginn 11. júní ásamt Monotown. Miðasala á miði.is. Miðaverð aðeins 6.700 krónur í stæði, 8.700 í stúku. Fjörið hefst með Túborg. Léttöl. Túborg og Reykjavík kynna í 9. sinn á Íslandi Icelandic Tattoo Convention dagana 7. og 7. og 8. júní á Bar 11. Kottu og fá þér flúr á stæðstu tattoostofu landsins Icelandic Tattoo Convention 2014. Óvænt útgjöld setja oft strik í reikningin. Hjá Hraðpenningum getur þú fengið lán hratt og örugglega. Við hjálpum þér að brúa bilið. Hraðpenningar.is. Full búð af glæsilegum fatnaði. Nýjar vörur vikulega. Jack & Jones, Kringlunni og Smáranum. Viltu upplifa eða jafnvel taka þátt í heimsmeti í burnout? Komdu á Shell bíladaga á Akureyri dagana 13. til 17. júní. Shell. Framtíð ungs fólks skiptir okkur máli. Þess vegna aukum við framboð af smærri og ódýrari íbúðum fyrir ungt fólk í Kópavogi. Ég heiti Andri Steinn Hilmarsson og er fulltrúi ungs fólks á lista Sjálfstæðisflokksins. Áfram Kópavogur.
Matur, hljómsveitir, snúðar, knús og kossar. Hressó. Alveg! Skál fyrir þér. Viking léttur. Boxaði í form í sumar. Nefaleikastöðin kynnir 3 mánaða sumarkort á aðeins 14.900. Tilboðið gildir út maí. Kýldu á það. Box.is. Steikarsamlokur með bearnaise, chili eða barbecue-sósu. Borðað á staðnum, út í garði eða taktu með. Chuck Norris Grill, Laugavegi 30. Friends eða Seinfeld? SMS í 1909 eða 1909.is. Þú klárar málið. Við leggjum inn á þig. 1909.is. Þegar þig vantar smálán. 1909. Parkinnir, hot and sweet helgi á Park. Skot á 300 krónur alla helgina og alla nóttina. Pétur Valmundar og Yngvi Eysteins sjá topp tónlistina. Skemmtistæðurinn Park, Hverfisgötu 20. Samviskulausa freistingar. Gló, yfir náttúrulegu veitingastaður. Lavabarinn. Happy hours frá 6 til 10. Lavabarinn. Auðun Blöndal, Steindi Junior og Gils á vaktinni alla föstudaga. Þið eru að hlusta hér á FM 95 Blö. Við sittum bara 2 harðir hérna núna. Steindi Junior farinn fram í smelli eða eitthvað ætli, það ekki? Líklega farið í síkó. Já, hvernig varst þið listin hans? Mér sko, hann er ekki alveg með spesmekk á karlmönnum sko. Já, hann er líka Teitur Læknir til dæmis, ég var ekki alveg að kveikja nákvæmlega hvað Teitur Læknir er, en ég googlaði Teitur Læknir og vissi nákvæmlega hvað það var sko. Já. Og hann er með Gunnar Helga þetta líka, þú veist, þetta er alveg gæjar toppmenn sko, en þú veist, það er til meiri pretty boys, sant? Já, ég meina Balti, ég glemdi Balti. Já, ég vissi að við myndi alltaf, veist, það er einhver sem maður að gleyma sko. En eina sem ég er að velta fyrir mér sko, að hvernig getum við unni áfram með þennan topplista, veist, hvað getum við haft næst? Hvað viltu halda áfram með? Það er ekki komið gott bara? Já, ég getum ekki hægt með þetta koncept. Við skoðum það. Hér eftir, smá stund Sturlaherðu, við erum ekki enn búin að fyrir Sturlaðar. Nei, og klukkan er ára 5. Já, Sturlaðar staðrendir, það er frábær gesturlegin til okkar, það er leikonan Hera Hilmars. Við erum með, vondatið á sínum stað, íslensk slúður og fleira. En, fyrst að Steind er ekki komin, verður ekki bara að hendi eitt lag eða? Eða að býða bræðránum? Málega, það er búin að vera ágættur í tónlist í dag, sko. Tókst þetta Bad með Guetta. Og hérna Tsunami og svona, búin að standa það vel. Ég er alltaf mjög hrættur að íta play þegar ég veit ekki hvað lag er. Veist þú hver Sam Smith er það? Sam Smith? Já. Það er bara eitthvað auðmíkjaldi. Er það? Nei, ég veit það ekki. Þetta er lagið sko. Jésús, það sem ég sagði við þig. Stay with me heitir það, hvað er þetta eitthvað viðlöður? Nei, þetta er ekki topp tónlist á FM. Já, býta aðeins. Við erum aðeins svona, ég gæti með þess að sokki í þetta. Jésús, það er ekkert að þessum maður. Þetta er föstudagur. Hugsaðum topplistaðin. But I still need love cause I'm just a man. These nights never seem to go to plan. I don't want you to leave, will you hold my hand? Oh, won't you stay with me? Cause you're all I need. This ain't love, it's clear to see. But darling, stay with me. Why am I so emotional? No, it's not a good look and some self-control. Eitt stutt og rólegt lag hér frá honum Sam Smith sem heitir Stay With Me. Þetta lag var aldrei blöð. Þetta var næstum því ofrólegt lag. Já, það er föstudagur. Þú byrjaðir þátti mjög vel blöð en skeist. Það búið fín tónlist í dag. Svona föstudagstónlist. Ég veit að það skeist þarna bara. Ég veit það gott að vera laus við hann helvítislista. Herðu, passa orðbræðina. Við minnum samt á hashtagið af því að það væri gaman að sjá hvað hlustendum finnst. Já, ég er enda búin að fara í þennan top 4. Menn eru byrjar að... Það er að drítast þinn á Twitter. Hashtagið top 4. Ég er svolítið forvitinn hvaða... Menn og konur. Já, en það þurfa alltaf að vera menn sem treysta sér í að gefa top 4 list. Það er ekki allir sem sko... Ekki allir sem þóra því. Ef þú ert homophobe, til dæmis. Þá getur ekki gert svona lista. Þá getur þú glemt þessu lista. Hver er homophobe 2014? Það er engin. Bara hellingaði okkur í slingum. Já, en það er komið að sturlum staðrindum. Hvernig líst ykkur á það? Mjög vel á það. Ekki? Það er eins að róa þetta niður hjá okkur.
Ég með 10 eins og alltaf og þær eru góðar í dag. Þær eru mjög sturlaðar og skemmtilegar. Ekki allar sturlaðar en margar áhugaverðar. Fyrsta kemur hér og hún hljóðar svo. Það var tekið frí í heilt ár við tökur á kvikmyndinni Castaway svo Tom Hanks gæti grennt sig 25 kíló, safna hári og skeggi. Þannig að hafa búið að taka upp fyrirlutan á myndinni svo bara tekin árspása. Mér finnst þetta svolítið áhugaverð til að lesa þetta. Já, þetta er metnaður. Já. Þá er það að hóra sér niður og alltaf vaksa skegg. Og ég held að bæði Tom Hanks og leikstjórun og fleiri hafa örugglega verið svona gæla við Oscar-tilnefningu þegar þeir voru að gera myndina en hún náði aldrei því flugi. Þetta var fín mynd en þetta var ekki Forrest Gump gerði, sko. Þeir hafa verið að hleypa líka lofti úr Wilson á meðan. Hann þurfti alltaf að vera svona verra og verri. Wilson var flottum þar. Já. Castaway var samt fín mynd. Já. En nú veist ég bara síðan einu sinni og ég ekkert spenntur endilega að sjá hann aftur, sko. Nei, nákvæmlega. Svo það næsta og þessi sturluð. Þunglyndislyfið Anaframil sem eitthvað lyf sem fæst sem best gegn þunglyndi. Það með aukaverkanir og ein af þessum aukaverkanum að fólk á það til að fá fullnægingu við að geispa. Já. Weird. Já, það eitthvað grilla. Bara ok. Já. Er þetta eitthvað sem að þið varu myndu ef þetta væri ekki ef þú getur keypt pillu við sem að myndi bara gera bara það, myndi þið kaupa hana? Já, ég myndi prófa. Já, maður myndi prófa. Já. En samt stonefucker. Ég myndi alltaf prófa það. Sem ertu heima hjá ömmuðin eitthvað og geispar og... Óvart. Já, það er samt, þú veist. Út í hvítum buxum. Það er að því maður. Þetta er bara... Taka gamla geispir. Já. Hugsa þetta til enda stendi. Sko, ég er í nördafélagi sem heitir Massachusetts. Við hittum stræklulega. Þetta eru 8 stykki af nördum og spilum tölvuleiki og nördumst. Sverri Bergmann og Óli Jóels og fleiri. Já, og fleiri menn. Og þá kom núna síðasta hitting. Þá kom Geiri 3D, hann er líka þarna. Og hann kom með pillur, handa öllum, sem allir fengu sér. Og það breytti, sem sagt, hann keypti þetta einhvers staðar erlendis, og það breytti bragðlaukunum. Og það breytti þannig að þú gast borða sítrónu. Ekkert mál. En svo gastu ekki borðað eitthvað annað og þú gast ég át heila sítrónu og ég fann ekki bragð af því. En þú veist, þetta bragðast bara eins og appi sína. Mandarina. Það er magna. En að móti var bjór mjög vondur, þannig að þetta skemmdi eiginlega kvöldið. Allt kvöldið? Menn voru bara sóper með sítrónu. Já. Þetta er skemmtilegt. Náði tequila. Hann ætlar að koma næst með bacon spray sem að úða svona upp í sig. Akkur lætur hann ekki græja Anaframil. Já, þetta er þetta góð pæling. Og sitið allir í hring og geispið. Já, og slumpi í buxuna. Já, og svo er það næsta. Í Fraklandi bíflugur í Fraklandi voru farnar að framleiða grænt og blátt hunang eftir að hafa komist í úrgang frá M&M versmiðum þar í landi. Þannig að ef bíflugur eru að geta mikið M&M þá eru hunangið blátt og grænt. Veitu, hvernig var það? Það mátti ekki bara blátt og M&M það? Já, ég manna ekki. Þá áttu maður nú að deyja strax. Já, mátti ekki til það. Bjór var ekki eins og leið. Er þið miklu M&M en það? Já, ég fíla það. Við veist, geggja með, hvað heitir það? Peanut. Já, peanut butter. Ég fer stundum í bíó, þá kaupi ég mig stundum hérna gula netu. Gulu góður. Svo er það næsta, kona sem reyndi að... Og Smarties. Já, kona sem reyndi að fremja sjálfsmorð með því að henda sig fram af FL-turnunum, lendi á bíl, lifði það af og er í dag gift eiganda bílsins. Þetta kalla ég sturlaða staðar. Þau eru gift enn þann dag í dag því að hún lendi á bílnum hans og bjargaðist við það. Er það svona sem hún vil kynnast konunni þinni? Að henda mig fram með byggingu? Já, bara hvernig kynntist þið? Já, hún ástæði hérna að kærasta minn, hún hendi sig fram með FL-turnunum og var hann eitthvað byrjuð. Og kom bara fljúandi af himnum. Lendi á bílnum mínum og við erum að vera saman síðan. Það var himnasending. Eðilaðan bílan, hann er ekki að segna. Hann er ekki að segja við tryggður. Það er sem þú verður ágjur af. En þú veist, þetta er nú alltaf betra en að bara, hvernig er þetta hérna á Íslandi? Þú kynnist konunni bara á Kóa Tómas að frenda. Já, eða Facebook eða eitthvað. Já, Facebook. Þetta er miklu skemmtilega. Það er bara næsta. DMX á 12 börn og borga meðlögum öllum menn þann dag í dag. Þau eru öll að unga. Hann var ekkert um meðlögum, hann skýtur cash, sko. Nei, hann fór á hausinn í daginn. Já, nei, hann er með all lóðurinn fyrir sig, sko. Já. Hann á nóga cash. Hvað er líka langt síðan að DMX komið gott lag? Það var einhver að segja mér daginn X gonna give it to you, það er þetta rosalegt lag, sko. Það var einhver að segja mér daginn að Ja Rule taki 5 milljónir íslenska króna fyrir gig í dag. Já, í dag, 2014. Var með $1 million fyrir stötu síðan. Já. Getur við bókað núna félagarnir, Ja Rule, fyrir 5 kúlur? Já, við getum það. Þú getur tekið sko kúli og kannski fyrir svona 350 skall. Þetta er bara, þetta er klink. Það eru svo önnur hérna sem er góð fyrir Sima Vill og Ásgeir Kolbens og fleiri. Rauðherðir verða ekki gráherðir. What? Það er magna. Hvað gerist þá? Bara áfram rauðherðir.
Áfram rauðhærðir? Nei, þið fóru Rauðhærðir verða ekki gráhærðir. Nei, sturlu staðreynd. Ég er the devil to hell, man. Ég hef aldrei séð 80 ára gamla mann með rautt hár. Þeir verða þá sköllóttir. Nei, þeir eru með svo þykkt hár. Nei. Ég sé, þetta er góð spurning. Hefur þú séð, kannski, nýraðan mann með eldrautt hár? Nei. Ég þekki bara ekki það marga rauðar og hvað þá einn nýraðan, sko. Þannig ég get ekki svara fyrir það, sko. En ég meina, þetta er sturlu staðreynd. Það er bara hann. Ég tek ekki Ómar Ragnarsson kraga minn hérna fyrir en ég byrja að sá grá. Ég verða að fá, ég veit ég er á sköllóttin, ég verða að fá að vera pínu grá. Þú verður taka Gunn Láksson einhvern tímann á þetta. Gunn Láksson tekur sköfun á hverju mótni. Ef ég er þú myndi ég safna því svona munkaklippingu. Já, frábært. Rolling Stone, sem betur verður þú ekki ég. Rolling Stone valdi Creed lélustur hljómsveit 9. áratugans. Sammála því. Nei, Creed. Topp hljómsveit maður. Hallarislegustu lög allra tíma eru þessi eitthvað svona When I was young and I was... Þetta er upp á hljómsveit. Þetta ekki rakka niður Creed á minni vakt. Vitið hvað hljómsveit var í öðru sæti? Næst hallarislegasta hljómsveitin. Nickelback. Hvað kjaftaði það? Ég er mikill Nickelback maður. En ekki Creed maður. Við var ekki Þú ert ekki heima hér að hlusta í alveg ná eitthvað And I'm heartbroken Steindi dröllaði yfir Creed, sko. Og ég syng svona því að Ég gerði það bara á sínum tíma, jú. Hörðu, sko, þú ert að drölla, þú ert óbeint að drölla yfir Kali og núna, sko, því að hann, sko, Jökull er búinn að mastera þennan söng hæfileika I just heard the news today. Hann er með þetta. Ekki blanda Jökli og mínum mönnum í Kali og inn í þetta. Það eru 3 ára eftir. Sean Connery er með hárkollu eða a hairpiece í öllum James Bond myndunum sínum. What? Akkur byrjar þú ekki með hárkollu? Já, sko, Ari Gold líka. Þú veist að Jeremy Piven, hann er með kollu. Af hverju er með eina góða ástöðu ekki með hárkollu? Eina góða? Asnalett, byrju, Sean Connery asnalegur? Nei, hann er ekki með hann lengur. Það var bara þannig að vera James Bond. En Jeremy Piven, hann asnalegur? Nei, málega það vissi það ekki þá. Það veit allir að sko... Ég sé sköllútur. Já, það er alltaf læg, skiptir það máli. Það var alltaf seint verið með að fara í það núna. Nei. Ef ég hefur búin að sköllútur í 10 ár, ég er alltaf nörd, ég ætla bara að vera með hárkollu. Það er það bara þannig. Ég er skít. Hvernig hárkollu myndir þú fá þér? Ég? Dökkt hár eða ljóst hár? Ég veit ekki, ég myndi bara skoða hvað myndi vera svona... Þú getur verið frumkvöðl fyrir alla sköllóttar í heiminum blöð að gera hárkollu cool. Það reynda komir á... Nei, Jeremy Piven er búin að því. Ari Gold. Þú tæklar Íslandíka. Þú getur verið rauðhærður. Já, flott. Það eru 2 eftir. Andrew Wilson, bróðir Owens og Luke Wilson er líka leikari. Hann hefur bara ekki fengið the big break. Andrew Wilson er ekki afleiðilegur, hann er ekki bara á 1 gig. Nei, ekki 1. Haldið það sé ekki pínu leðilegt að eiga 2 bræður sem eru rísa stjörnur í leikarabransanum og gengur ekkert við þér. Jó, þetta er... En hann var bara að fara að vinna í IKEA eða eitthvað. Þú voru að finna bara góður í og vinna með það. Já, svo er það síðasta. Lengsta skák sem hefur verið spiluð á móti var í 20 tíma og 15 mínútur og endaði í jafntefli. Þeim eru pillaður að vera að horfa á þá skák. Það er bara sólarringur. Ég ætla nú bara að segja eins og Gnarri sagði, þetta er hobby fyrir nörda, þetta er ekki íþrótt. Þetta var... Það er Gnarri það? Já. Þetta voru sturlaða staðreyndir. Hér eftir smá stund myndur fyrir cash. Hera, Hilmars leikon að koma. Ég ætla að grípa þessum mynd. Ég ætla að ránda tækja við alla Creed stuðnismenn aðdóndar hann úti afsökunar fyrir út af Steinþór Það er enginn að hlusta á Creed. Hvernig er þetta að rakka þetta niður? Þetta lag minnum á rauðan Hyundai Coupe og rúndin á Söðurgorgi. Þetta er My Sacrifice með Creed. They don't make them like they used to, sagði maðurinn. Þetta er Creed með lagið My Sacrifice. Og já, besti vinur minn Hugi Halldórsson, Ofurhugi, sendi mér SMS. Kapslokk, uppræfunumerki. Þannig að hann hefur hakkaði botn. Vonandi einhverju fleiri að þetta. Ég er hrifinn af Creed, mér finnst Steindi vera fullharður á náðan. Þetta er bara eitthvað að þótti voða töff hérna á sínum tíma að vera rakka niður Creed, ekki dagstæðar hljómsveit. Hera, Hilmars leikona er mættinga í stúdíóð. Við ætlum að taka létt spjall við hana. Hún fer á kostum í Vonastræti. Svo er myndur fyrir cash, íslensk slúður og fleira hér framöndan. En fyrst skuldum við víst auglýsingar. Þannig að við ætlum að fara í auglýsingar. FM 957 og Sky Agency kynna í samstarfi við Burn, Dominos og World Class David Guetta á 25 ára afmælistónleikum FM 957 í Laugardalshöll þann 16. júní. Einnig koma fram MC Gauti og Úlfur Úlfur, Frikki Dór, Steindi Junior og Bent og heitasti plötusnúður Íslands DJ Muscle Boy.
miðasala á miði.is. Sæll, Eddi. Escape með Michael Jackson komin á tónlist.is. Skelltu plötum í spilarann og hlustaðu hvar og hvenær sem tónlist.is. Domino's og Coca-Cola kynna grínmyndina Million Ways to Die in the West. The American West is a terrible place. Everything out here that's not you wants to kill you. Frá gaurnum sem færðu þér tett kemur drepfyndin mynd með Liam Neeson, Charlize Theron og Seth MacFarlane í aðalhlutverkum. People literally die from their own farts. Million Ways to Die in the West. Sýnd í kvikmyndahúsum land allt. Herra Örlygur kynnir í samvinnu við Túborg hina góðsarnakenndu sveit Pixies í Laugardalshöll miðvikudaginn 11. júní ásamt Monotown. Miðasala á miði.is. Miðaverð aðeins 6.700 krónur í stæði, 8.700 í stúku. Fjörið hefst með Túborg. Letur. Gert í dag, selt í dag. Nýtt á morgun. Ferskar dagnýjarsamlokur á stöðinni. Stöðin. Núna væri gott að skreppa í sund. Ef þú ert með bláa kortið, færðu helmingsafslátt í laugarnar á höfuðborgarsvæðinu. Ef þú ert ekki með bláa kortið, þá sækirðu það á hringtorg.is eða í næsta útibúi Arion banka. Það borgar sig. Arion banki. Byrði í blokk. Fyrir 320 kall og með smá heppni getur þú keyptir lyftuhús sem fer bara upp á þína hæð. Eða bara flutt í innbýlishús. Eurojackpot. Föstu dagur til 4. Nýju fersku samlokurnar á stöðinni ná aldrei að verða dagsgamlar. Þær eru gerðar í dag og seldar í dag. Þær eru meira svona dagnýjar samlokur. Stöðin. Parkinnir, hot and sweet helgi á Park. Skot á 300 krónur alla helgina og alla nóttina. Pétur Valmundar og Yngvi Eysteins sjá topp tónlistina. Skemmtistæðurinn Park, Hverfisgötu 20. Herra Örlygur kynnir í samvinnu við Túborg hina góðsarnakenndu sveit Pixies í Laugardalshöll miðvikudaginn 11. júní ásamt Monotown. Miðasala á miði.is. Miðaverð aðeins 6.700 krónur í stæði, 8.700 í stúku. Fjörið hefst með Túborg. Letur. Gæludýr geta 17% skilríkja, samkvæmt gestum vínbúðarinnar sem ekki fengu afgreiðslu á síðasta ári. Komdu með skilríki, ekki afsakanir. Vínbúðin. Túborg og Reykjavík kynna í 9. sinn á Íslandi Icelandic Tattoo Convention dagana 7. og 7. og 8. júní á Bar 11. Kottu og fá þér flúr á stæðstu tattoostofu landsins. Icelandic Tattoo Convention 2014. Breaking Bad eða True Blood? SMS í 1909 eða 1909.is. Þú klárar málið. Við leggjum inn á þig. 1909.is. Þegar þig vantar smálán. 1909. Sá maður sem hefur mist allt samband við umheiminn þarf hraða og ódýra viðgerðarþjónustu hjá Makland, Laugavegi 17. Starfsmenn okkar á plani hafa tekið upp hanskan fyrir viðskiptavinum á þjónustustöðum Shell. Þeir tjekka á olíunni, rúðuvökunum, rúðuþurrkonum og fyll á tankinn, en þú greiðir bara sjálfsafgreiðslu verð. Shell, fáðu sem mest út úr hverjum dropa. Þegar maginn mát, skaltu fara með gát og skella þér á hlöllabát. Hlöllabátar, líka fyrir hæfiringa. Auðun Blöndal, Steindi Junior og Egill Gils Einarsson á vaktinni alla föstudaga. Nei, við erum ekki á vaktinni en já, við erum endur á vaktinni en þetta er FM 95 Blöð hér á FM 957. En stöndum vaktina. Það er rétt og við erum konu með góðan gest hingað í stúdíóið, það er leikonan Hera Hilmars, verður velkomin. Takk fyrir það. Og já, bara byrjum á því óskæði til hamingju með myndina, vonastræti. Já, til hamingju, frábær mynd. Takk hérlega. Ég hef eftir að sjá hana.
Já, eftir að fara hana. Ferðu bara á íslenska myndir sem þú ert í. Nei, staðið fyrir að þykjast og segja svona, Örn er frábær. Ég eftir að sjá hana, ég ætla á hana. En þú ætlar á hana? Auðvitað. Já. Gott að vera hreinskilin. En það er ekki 20.000 manns búin að sjá hana? Það er ekki stress, hún er bara búin að bíó 2 vikur, ekki? Já. Og ennþá, ég sá alltaf, ég fór á X-Men hvað núna daginn, það var ennþá streyma á hana, þannig að þetta er ekki búið. Já, nei, nákvæmlega, mér finnst eins og að sé bara búið að vera einhvern veginn hækkandi tölunar og hrikaleg aðsókn. Já, það er líka gaman þegar fólk streymir á íslenska myndir. Já, líka þegar koma íslenska myndir og sérstaklega að þær eru góðar eins og þessi þá náttúrulega eiga bara allir að fara í bíó. Það er bara svolítið, það eiga allir að fara í bíó, líka bara til að styrkja íslenska kvikmyndagerð. Já, ég eins og ég var að segja við hér áður, mér finnst þetta bara einn besta íslenska mynd sem ég sé. Já, hún er það, alveg klálega. Já. Stórkostleg. Og hvernig bjóstu við svona velgengni þegar það voru að gera myndina? Nei, hvenær er hún tekin upp? Hún er tekin upp fyrir árið síðan rúmlega. Já. Og þú veist, auðvitað vonast maður til þess að maður endi með eitthvað gott stöff í höndunum en ég hreinskil sagt að ekki gerði mér ekki. Nei, það er svo erfitt að þú náttúrulega veist ekkert sjálf hvernig þetta verður klift og hvernig... Nei, nákvæmlega. Og líka bara það að myndi ná endilega til fólks og á þessum mælikvarða og bara til allra einhvern veginn. Við erum að sjá fólk úr öllum stjættum, öllum aldurshópum vera að fara á myndina og það einhvern veginn er frábært. Það er eitthvað sem maður er ekkert endilega að búast við. Gætirðu sagt okkur bara svona örstutt hvernig þinn karakter er? Já, ég sem sagt leik Eik sem er ung einstæð móðir og já, vegna fjárhagsörðuleika og annara hluta úr hennar fortíð hefur hún leiðist út í vændi sem að er hlutur sem að er til á Íslandi hjá íslenskum stelpum sem er eitthvað sem ég einhvern veginn vildi ekki alveg trúa fyrst en já, og þetta er stelpa sem er ekki þú veist, í neyslu, hún er ekki beint svona í undirheimum Íslands í augnablikinu kemur frá frekar svona forréttinda heimili en út af svona djöflum sem hún dregur úr fortíð sinni þá hefur hún endað þarna. Má ég spyrja, nú eru svona senur sem tengjast starfið hennar eins og vændinu, var óþægilegt að taka upp þessar senur í myndinni? Já, það var það. Ég líka einhvern veginn, þetta eru mjög svona, það eru elementi í þessum senum sem eru mjög svona andlega mjög óþægilegar. Það er ekkert endilega það að eitthvað nákvæmlega sem er að gerast líkamlega, það er bara einhvern veginn svona mjög eitthvað í þeim og þegar við tókum það upp þá myndaðist algjörlega þessi stemning og í staðin fyrir kannski að það var svona þvingað bara andrúmslofti og bara þú veist og ég kannski leiði mig líka bara að fara inn í það og leyfa því að lifa og svona upplifa það í rauninni í gegnum hana í staðin fyrir einhvern veginn að leika og svo þú veist hlæja á milli og bara gefa 5 og fara aftur já, svona smá, þú veist því ekki þessi líkið þessu saman en ég á eina svona senu og það var ekki bíómynd, það var í svínasúpunni það voru sveppi saman í einhverju runna á tippinu og mér eru aldrei liðið af nýtla á æfum minni sveppa fannst það svo gaman þetta var frábær skett ég leik í orgíu sinu fannst þér það erfitt? Já, það var samt sko það var bara hellt vel í lið þannig græðast þetta náði nokkra korona það var líka partí-atriði sko það græðaði svolítið sko en það var svona aðeins það stundum við það bara lausnin þannig að það var aðeins öðru í stemning ég ætla að sjá náttúrulega þessi kynlífsatriði sem hér er að tala ertu með Þorvalda við ykkur á þessum senum eða? Já, í kynlífsatriði, já, en ekki... Það er ekki veislað? Ekki, það er náttúrulega algjör veislað. Þú getur bara búið undir það. Alltaf fárlega myndarlega ná. Við vorum að viðurkenna það. Komst Þorvaldur Davíð ekki á topp 4 listan hjá neinum á? Nei, ég var að segja, við vorum með topp 4, við vorum með lista á þann. Ef við bara kallmenn sem við varum til að flippa eins með og hún þótti mjög létt að gera lista. Egil með 15. Það var með 15 manns á lista. Þorvaldur Davíð var á topp 10 hjá mér, mástu. Það komst bara ekki topp 4, það var mjög nálægt að komast inn. Já, Þorvaldur Davíð er pottitt á topp 10. Bachmann hefði líka getað verið á listanum. Já, þú ert náttúrulega eldri mönnum. Fjallmyndalegur. Veistu hvernig listina Steinda var að erlendum mönnum? Nei, Bring It On. Nicolas Cage, Wesley Snipes, það var allir yfir þetta, Kurt Russell. Já, en ertu ekki bara sammálan? Jú, veistu, þú er svolítið eins og ég, sko. Ég var nefnilega aldrei skotin í svona eins og Leonardo DiCaprio Pretty Boys, þú veist það var röff gamla gæði alveg svo stund mjög ánægður að heyra þetta íslenski en hvernig finnst þér íslenski listi minn? Hann var Benedikt Valsson, Benni í hraðfréttum Jókvann söngvari Teitur Læknir og Seth Sharp sko hún er hrifnar erlendalistan ég sé það en þá verður það að spyrja hér hvernig er listin þinn? Minn listi? Topp 4 Já
Nei, maður gefur smá tíma alltaf undirbúið sér Þetta bara svona þú kemur í FM 9 blöð og það bara beint í djúpulögina. Það er bara beint í djúpulögina. Þetta er góða punktur, við ekki hana. Topp 4, þú mátt samt alveg sjá eftir honum og hann þarf ekki að vera alveg réttur. Bara svona, hvað kemur strax? Íslenskir eða erlendir það? Hvað kom upp í hugan? Hver kom upp í hugan? Ég verð nú að segja að þið 3 getur náttúrulega tekið fyrstu 3 sko. Mjög vel gert. Og velkomin líka næsta första líka til að plugga. Allir á vonastræti. Já. En það er svona erlend, við skulum ekki setja ná Al Pacino, kannski Robert De Niro getur dóttið hann inn líka. Já, hann mætti alveg detta hann inn sko, svona ákveð tímbil sem hann hefði algjörlega mátt detta inn á þennan lista. Og hvað, Jack Nicholson og Paul Newman eða? Morgan Freeman eitthvað starf það líka? Já, segði. Já, ég er alveg svolítið svona, ég er alveg svolítið heitur öllum þessum gæðum sko. Eldri mönnum. En áttu heima, ertu með annan fótinn í London eða ekki? Jú. Ertu komið með jafn góðan brennskar heim eins og ég? Já. Getur tala, so you're from London. Getur sagt mér að sko, so your character in the movie, Ike, tell me a little bit about her. Hvaða heimist þú fyrir það? Það er mjög skemmtileg, sko. Þetta er breski heimurinn. Það er svo þú að týnst í einhverjum helli í Breitlandi. Ég vil að heyra breskar heiminn. Nú er hann heil lengi. Okay, so what we're talking about Ike, who is she's a single mother and she's sort of struggling with financial matters and therefore Það láta hann að segja alltaf saman. Þetta er bara besti breski heimur sem ég hef. Þykkur og flottur heimur. Betri menn, ég veit ekki hana. En byrjuðu þess að bara í London eða? Já. Og ert bara hérna núna til að út af myndinni og... Já. Okay. Já, og ég kem alveg frekar ofta. Ég er yfir svona þá hjá fjölskyldu og svona. Og ert að leika mikið úti? Já. Það er búið að vera nóg að gera. Okay. Ég er að fara núna út í 3. seríu af sjónvarpsseríunni Da Vinci's Demons sem ég er búin að vera í núna 3. árið sem sagt. Da Vinci's Demons. Yes. Og svo var ég að klára svona jólagammynd sem heitir Get Santa. Get Santa, ok. Yeah. Og Get Santa. Eða það. Wow, hvað gerist hér? Þú er ítt á okkur takka eða stólar. Fara upp og niður þessi stólar. En hvernig getur þú sagt okkar, hvernig býrðu það núti? Ertu í hvað hverfi og býrðu með einhverjum? Já, ég bý í hverfi sem heitir Stoke Newington og er í svona norðaustur London og já, ég hef bara búin að prófa alla pakka að búa, þú veist, með mörgum og búa ein og búa í sambandi og... Hvernig er að vera í kommunu í London, er það ekki ágætt? Það er mjög skemmtilegt. Er það ekki? Jú, að þú ert með rétt af fólkinu. Já, er þetta þá, já, einmitt. Og hefur átt breskan kærasta? Nei, ekki svona formulega, nei. Brest, bara góðan vil. Já, brest sikti. Hvað meinar það ekki formulega, Neila? Ég hef svona meira átt íslenska kærasta. Ertu partying mikið þannig í London? London? Leifin að sikta og partya aðeins, hvað rugl er þetta? Er ég að partya mikið í London? Já, ég er bara svona í hófi. Það er erfitt fyrir Íslandinga að jamma til London og komast inn réttu staðina og þetta er höfðverkur. En samt leið og kemst inn í, sko, leið og verður eina, þú veist, hún er orðin bara lokal. Já. En það tekur samt svolítið tíma, sko. Já. Að verða local. Algjörlega. Já, hún er svolítið svona djúp einhvern veginn borgin. Maður þarf svolítið svona, ég hef búið á mjög mismunandi stöðum og verið í mjög mismunandi kráti og það fer rosa mikið eftir hvar einhvern veginn að finna sitt, ég veit ekki, fólk og staði og svona sem maður fílar og það, þetta er allt svo falið, sko. Já, en býrðu ein núna? Ertu með einhverju vinkonu að kærasta? Ég bý með kærastan mínum. Ok. Og hann er Íslendingur? Hann er Íslendingur. Ok. Glæsilegt. Og ertu að fara að leika einhverju meiri hérna á Íslandi? Er það bara London? Já, það er bara opið, sko. Ég er bara núna, já, bæði. Já. Ok. Það er nóg að gera. Já, það er nóg að gera. En það hæfileikarík leikona eins og flestir Íslendingar munu sennilega sjá í bíó eða DFT. Myndin er geggjuð og við hvetjum alla til þess að fara á Vonarstræti. Frábær mynd og þú ert stórkostleg í henni. Takk fyrir það. Takk kærlega fyrir að koma í þáttinn. Nennir að segja með Breskunarheim, þú ert að hlusta á FM 95 Blöð og við ætlum að fá Imagine Dragons með lagið Demons. Okay, you listen to FM 957 FM 95 Blöð and we're gonna get the song hvernig á ég að muna þetta? Hvernig gengur að leika nút í Breitlandi? Komin á spjallið, þetta var Imagine Dragons með lagið Demons hér í FM 95 Blöð. Styttist í íslenskt slúður sem er hér rétt handa við hornið en það er hins vegar komið að dagskrálið sem að hefur fengið smá pásu og hann heitir Myndirðu fyrir pening.
og hann nú oftast fyrr í þættinum en þar sem við vorum á sem topplistum okkar fyrir í dag þá ákvað ég að bíða eins með hann. Herru, svo hefur við líka eftir að fara í vondagatið. Já, það nóg eftir maður. Það alltaf að gerast. Við endum þáttina á brakandi ferskuslúri. Já, ég ætla að byrja ég spyr ykkur bara saman eins og alltaf og liðurinn gengur út af það. Ég spyr 3 spurninga og hvort að strákarnir myndi gera hitt eða þetta fyrir vissa upphæð. Fyrsta sem ég spyr ykkur strákar, myndið þið bæta á ykkur 3. handlegginn fyrir 150 milljónir? Í klófið? Nei, bara einhvers þar ákveður að það er allt í klófinu þér. Bara einn á bringuna eða eitthvað. Myndirðu fyrir 150 milljónir? Já. Men myndur þú bæta á þig 3. handleggnum fyrir 150 milljónir? Þú var með hönd sem dæmi... Með 3 hendur. Hversu lengi? Bara forever. Forever? Já. Það er nú svolítið óþægilegt, ekki? Hversu stór hönd er þetta? Er þetta svona lítið... Bara einn, nei. Er þetta ekki svona kló? Eða svona... Vitið hvert er að fara? Svona eins og var í Scary Movie? Nei, bara þú fær 3. þarna ekki staðar. Þetta er samt heldur erut. Reyndar ég að hugsa bara að maður getur tekið hróðaláð í The Bicep Curl, með 3 handleggi sko. Þetta er já eða nei strákar? Nei. Þetta er nei. En myndið þið setja okkur 3. geirvörtuna fyrir 20 millur? Ég er bara, já, með 3. höndina. Má maður ráða hvar í setjuna? Hvar sem er? Nei, bara hliðin á annari. Hliðin á annari? Nei, miðjuna. Já, hann pælir samt með 3 hendur, þá getur þú verið, þú veist, í kannski PlayStation og vera báðir Bjór, já. Bjór það kostar í þessu líka. Og svo ertu með 150 milljónir í bankan. Gert náttúrulega margt, við nefnum ekki að fara svona lágt plan og fara út í það, en Erum við að fara að fá já frá Steinda? Nei, þú veist, það geti farið vel um þig. Já. Ef þú ert sóló, einhvers staðar. Svarið Anskotin hafa, ef þú væri til í að hækja upp í 200 milljónir, þá væri ég til í að fá mér hönd á bringuna. Það er bara það. Ég ætla að viðurkenna, ég væri til í það. Ég held að það var aldrei sagt nei. Jú, í myndir og penning. Sko, þú ert til í að henda þig 3. handlegnu bara hann í miðuna. Já, en þú getur líka, þú veist, þú hvílir hana bara niður. Þú ert ekki eins og, hún verður ekki alltaf, þú ert ekki með hann alltaf svona út í lofti. Nei. Ég verður til í að anskotin hafa það, en þú Egill? Ég þarf því miður að segja nei. Egill sagði nei, Steindi sagði já. Ég finnst ekki að skrítið bara, með 3 hendur og eitthvað. Ég peppast ekki skyrtur og jakkafötin og svona. Ég held að geta mér þess að doblað upp að hana. Þetta er náttúrulega sjálfgeft. Já, þú ert búin að segja já. Já, ég tek á það. Bara næsta, myndið að horfa á 2 tíma af klámi á dag þar sem eftir er ævikar fyrir 50 milljónir. Þurftu alltaf að gera það, bara hvern einasta degi. Egill gerir það fyrir. Býttu, hvað er betið eins og enn? 2 tíma á dag. Fyrir hvað mikið sér? Bara sem eftir ævikar fyrir 50 milljónir. Þannig að basically saman hverju eftir heiminu, þá þarfst alltaf að komast í það í 2 tíma. Ég held að þú verið svolítið snöggur að brenglast ef þú tekur 2 tíma á dag. Það þarf að vera einbeittur, máttu getur að gera eitthvað annað en þú ert að horfa á þetta í 2 tíma. Það er að horfa á þetta í 2 tíma. 50 milljónir. Í hvað mörg á? 5 ár? Nei, bara sem eftir ævið hennar. Ég fæ 50 kúlur inn á mig. Já. Og það er 2 klukkutíma á dag. Já. Í þetta. Það sem eftir ævið. Það myndur margir horfa á þetta sem win-win situation. Já, ég er að veltaði fyrir mig sko. Það er 2 tíma hver meinasta degi. Já, ég meina þetta er 50 kúlur sem getur ávakstað með hverju árinu. Sko, þú breytir þessi 100 kúlur á no time. Ég hefði já á þetta. Egill byrjar að reikna. Breytir þessi 100 kúlur á Egill segir já, shocker, Steindi. Sko, veist, ég hefði verið til þetta að vera svona hálftími. En 2 tímar, þú veist, þetta er bara, maður hefur eiginlega bara eitthvað betra að gera. Ég ætla að segja nei. Þetta er ekki nóg að háa upp. Ok. 50 kúlur. Þá er það síðasta spurningin. Myndið þið sleikja á mig geirvörstuna fyrir 25.000? Sleikja á þér geirvörstunar? Já. Fyrir 25.000? Þetta er eitthvað að geðu ykkur það. 25 skall. Nei. Það er ekki að gera það. Bara auðvitað nei í sögu myndur fyrir cash. Nei, verður hreinskilinn. Já, ég er hreinskilinn. Já, horfðu á mig. Ef við erum með 25 skall núna, ég fór í sturt á hann þegar ég kom að ræktinni, ég er hreinn. Nei. Ég myndi fara úr bólnum, myndir ekki koma inn og sleika með gerutun og ég myndi rétta 25. Settu 25 borðið, bara prófa það. Ég skal bara leggja inn á það. Já, svarið er nei. En þú Steindi? Sleika geiru fyrir 25? Já, það er bara auðvitað. Hvað er að því? Ég skildi þetta ekki. Þetta er bara guðmjöl og góð áskorun í 70, sko. 25, sko... Ég veit, þetta er svo flítið. Þú getur nú ekki gert mikið. Sleikja geirvörtuna blöð. Þetta er náttúrulega bara bensin á bílinn og that's it. Ég veit það, en þetta er geirvarta. Mér finnst það ekki dókislegt. Mér finnst tætnar verri. Ég er clean. Þetta er tætnar verri? Mér finnst það. Mér finnst tætnar skári. Takk Steindi, ég veit vantar pening en takk samt. Þetta var myndur fyrir pening. Má ég spyrja þig einu? Nei, ég veit ekki, þetta er alltaf svo ógeðslegt. Nei, alls ekki. Þetta er bara, ok, sko, nú segjum að ég og Egill værum naktir hérna. Alveg naktir. Myndur þefa, fara með nefið, alveg upp við rassina á okkur. Þefa vel, einu sinni 40 skallaborðið. Nei, aldrei. Þetta er eitthvað ruglað. Þú ert að hlusta á vaktina. Ert þú komin með miða á Secret Solstice?
3 degrees low, make it hot for me, drop that. Tónlistarhátíð í Laugardalnum dagana 20. til 22. júní. Framkoma Massive Attack, Schoolboy Q, Woodkid, Banks, Disclosure, Jamie Jones. Yfir 150 tónlistaratriði koma fram á 5 mismunandi sviðum. Yfir 200 klukkutímar af lifandi tónlist. Miðar fást á secretsolstice.is og Lucky Records á Rauðarárstíg. Starfsmaður okkar á plani í boði hússins á næstu þjónustustöð Shell. Hann dælir fyrir þig en þú greiðir sama verð og í sjálfsafgreiðslu. Shell, fáðu sem mest út úr hverjum dropa. Hvert þitt uppáhalds salat? Þú velur hráefnið og við búum til salatið. Opið til 9 í kvöld. Lokal Borgartúni 25. Strákarnir í One Direction hafa sendt frá sér nýjan ómótstæðilegan dömuilm, That Moment. Gríftu augnablikið með That Moment. Fjölbreytt grunnnám sem opnar þér leiðina út í atvinnulífið. Umsóknarfrestur til 5. júní. Velkomin í Háskóla Íslands. Reiðhjólaverslunin þín. Hjólabúðin GAP Faxafinni. Kryddaðu kynlífið með vörum frá tantra.is. Hlíðasmára 13, sími 587 69 69. Parkinnir, hot and sweet helgi á Park. Skot á 300 krónur alla helgina og alla nóttina. Pétur Valmundar og Yngvi Eysteins sjá topp tónlistina. Skemmtistæðurinn Park, Hverfisgötu 20. Gæludýr geta 17% skilríkja. Samkvæmt gestum vínbúðarinnar sem ekki fengu afgreiðslu á síðasta ári. Komdu með skilríki, ekki afsakanir. Vínbúðin. Þú ert að hlusta á FM 95 Blöð, á FM 957. Alltaf gullið sem að þessi drengur snertir þessa dagana. Pharrell hér með lagið Gust of Wind. Aha. Þetta töffari, verðum að gefa það. Herðu, við vorum að tala um það, ég og Egill. Já. Að Heiðar Austmann, sem hérna á stöðinni. Já. Hann svolítið með svona Pharrell-syndrómi. No. Hann 37 ára gamall og lítur ekki út fyrir að deginum eldri en 20. Já, eldist ekki. Hann eldist ekkert. Hann mjög unglegur. Það góð punktur. Hann lítur alveg eins undan að hann byrja að vinna á FM fyrir ykkur 20 árum. Ég held að hann væri svona 23 ára. Já, hann ekkert frá því að líta nákvæmlega eins út. Rosalegt. En það eins og að komið að dagskrárliðnum það vondatið eða uppábrettur. Þetta ég pínu kvíðin þessu, kannski var þetta bara eitthvað gals í okkur í gærsteindi, ég veit ekki hvort þetta sé fyndið eða ekki. Já, þetta fyndið. En við ætlum að hringja hérna út í bæ og segja að við séum uppábrettir. Já, við séum bara búin að bretta upp á. Já, og það ætlaðu að útskýra eitthvað nánar við hlustundu hvað meinið með því að? Ég held að veit ekki flesti hvað að vera uppábrettur. Það kannski ekki allir eða svona. Nei, þetta til dæmis eins og þegar kallmenn stundum þeir pissa og svona, þá kannski brettaðar upp á. Já, nú erum við bara að útskýra þetta fyrir hlustundum. Þeir eru uppábrettir þá. Já, og kallast það uppábrettur. Það er bara að bretta upp á félagann. Við skulum ekkert fara eitthvað nánar út í það. En það þarf ekkert að vera dónalegt ef maður segir, heyrðu, ég var að bretta upp á félagann. Alls ekki. Það er ekki dónalegt. Nei, og það er líka ekki dónalegt við að segja ég er uppábrettur. Nei. En það gerir þetta skemmtilegt. En það er vissulega kannski svona óþarfi og kannski heimskulegt að vera að tala um það við fólk. Já, þess vegna ætlum við að gera það í vonda atinu, eins og við köllum. Þetta verður vel vond, en málið það, til þess að hafa þetta svona til að flækja þetta eins, þá ætlum við að hringja í búðir, þegar ekki. Sem að tengist eitthvað upp að, sem selja buxur. Gallabuxur, eða ekki, þetta er buxur. Þetta gæti orðið mjög vond, þetta gæti orðið skemmtilegt, við sem að leika okkur með orðið uppábrettur í vonda atinu. Og ætla þú að byrja það? Nei, sko, ég var til í að þú múti byrja. Mér finnst eins og ég byrja alltaf. Já, þú byrja átt, ég skal byrja þetta. Er það ekki? Jó. Hvert ætlar að ringja? Ég skal bara ringja inn í Lífæsbúðina. Er þetta komið númerið? Já, hún hérna á Akureyri. Það eru 3, Smáralind. Ég er vel spenntur. Þetta verður vond. Ef þetta text, þá verður þetta mjög vond. Já, tekum að þessu. Lífæs Akureyri, Evita? Já, góðan daginn. Góðan daginn. Ég ætla að hlera ykkur aðeins, ég bý hérna á Akureyri. Afsakaðu, býrðu? Ég bý hérna á Akureyri. Já. Og já, nú er ég uppábrettur. Ertu? Ég er uppábrettur. Já, ok. Er það inn í dag eða? Er það inn í dag að vera uppábrettur? Á buxunum? Já, á maður að vera þar líka eða? Uppábrettur á buxum? Nei, já, ok, á maður að taka það með eða? Nei, afsaka, ég er ekki alveg að skilja þig. Já, er það kannski cool að bretta líka upp á buxurnar?
Já, það er mjög cool að bretta upp buksunar. Já, ok, á maður að bretta upp á þetta allt bara? Já, varstu kannski að pæla í skyrtu? Hvort þú þetta bretta upp á skyrtuna eða? Og að bretta upp á hana líka? Já, það er mjög inn í það. Já, það er samt pínu óþægilegt að vera upp á brettur í gallabuxum ef maður ekki í nærbuxum. Já, það getur verið glóðþægilegt. Þannig að bara bretta upp á þetta allt? Já, en þú veist, varstu að pæla yngur í sérstöku? Hei, herru, takk hella. Já, takk fyrir. Ég hafði ekki í mér að fara að taka pervertin á það, sko. Ég gat ekki sagt hvað ég var með það. Jú. Nei. Láta þetta flakka. Þetta er vonda aðtið. Leif mér að taka þetta. Það er komið að steinda hérna. Jakob Krillin, góðan dag. Já, góðan daginn. Góðan daginn. Herru, ég keypti gallabuxur hjá okkur í gær. Já. Og ég er nú yfirleitt alltaf upp á brettur. Já. Hvernig er það í svona gallabuxum? Er það ekki svolítið óþægilegt? Ég kannski sendi ég bara á herradeildina til að svara sér betur. Já, en finnst þér óþægilegt að vera upp á brettur? Upp á brettur með gallabuxunar? Já, með skálmata þá eða? Hvað segirðu? Ert þú að tala um skálmatar eða? Heyrðu, augnablik, sendi það fram. Hæ? Vel upp á bretturina. Já, herradeil. Já, góðan daginn. Góðan daginn. Herðu, ég keypti gallabuxur í gær. Já. Og ég er nú alltaf vel upp á brettur. Er það ekki bara allt í orðinu eða? Að vera með brettar upp buksunar? Hvað séu, brettar upp buksunar? Nei, hvað? Já, ég sagðist þér að upp á brettur, sko. Já. Byrju, hvað varst þú að tala um að bretta upp buksunar? Nei, ég skildi ekki alveg. Þú keypti gallabuxur í gær. Já, ég er alltaf upp á brettur. Já. Og svo varst þú okkar að tala um að bretta upp buksunar. Nei, ég bara skildi. Já, en byrju, er það kannski máli líka? Ég keypti þessar gallabuxur í gær, sko. Já. Er það inn í dag, eða? Nei, ekkert frekar, sko. Nei, ok. Eru kallmenn þá að bretta líka upp á buksunar, eða? Já, sumir. Já, ok. Byrju, er bara verið að bretta upp allan pakkan, eða? Nei, byrju, nú er ég ekki að skilja þig. Hvað er málið? Nei, sko, ég er upp á brettur. Upp á brettur? Já. Ég bara skil það ekki. Hæ? Ég skil það ekki. Ég er búin að bretta upp á tippið á mér. Og ég að bretta upp á skálmanda líka. Herru, vond. Þetta er bara, mér líður illa. Ég get ekki hlegið. Þetta er bara... Þetta er bara vond, maður. Jesus. Ái. Mér fannst þetta að vera... Þetta var vonda aðið. Mér fannst þetta ekki eins og það vonda að. Mér fannst þetta að vera að fyndi. Já, þetta er komið gott. Er ég einnig það að finnst þetta að fyndi? Ég veit það ekki. Hættum þessu. Þessum þætti að þetta er sennilega uppáðslæði mitt á dansskólinu, sveimið það. Strákar, ég væri til í að taka upp á brettur aftur. Það er eitthvað maður setna. Djöfull hafði ég gaman að þessu bara. Já, ég sá það. En það er ekki alveg komið á lokum því að við eigum eftir að fara í íslenskt slúðrið í lokin. En það sem að tíminn er að hlaupa frá okkur stendi, að þá farið bara 2 móla í dag. 2 móla? Já, því að þetta er bara íslenskt slúður og svo kveðjum við, sko. Herru, býttu, þá þarf ég að... Þetta íslenska slúðu þetta er líka á gráu svæði, sko. Ég þarf að taka þá... Ég skilji akkurat til það, en það er allt sent og... Ég tek miðjuslúður í burtu. Herru, hérna... Já, ég var enga stund. Ég verði að fá að taka þetta. Já, komdu með það. Er það ekki? Já, sjálfsög. Það er 7 mínútur, það er ekki stress. Nei, ekki stress. Herru, strákar, ég ætla að byrja að segja ykkur. Ég er búin að fá mikið af tölvupóstum. Mikið. Og SMS-um. Það verið að tala við mig út í götu. Út í búð, segi ég, og út allt. Og það logar allt. Og ég er að taka út pollapöngið, það var með frostpinna þeirra, það var allt vitlaust með frostpinna, ég fer betur út í það bara seinna. Okay. En þá ætla ég að byrja bara á Ingo Veðuguð, við okkar. Hvað er þetta Ingo? Ingo the Weatherman. Ingo the Weatherman, já, toppnáðingi, og hann er, þú veist að við erum frændur. Já, Ingo Veðuguð með þess að hann er komið með liðsitt Hamar í 16. úrslit í bikarnum, óskaðum til hann ekki með hann. Já, vel gert, afi okkar eru bræður. Afar. Já, afar okkar segi. Herru, hann var sem sagt Ingo Veðuguð. Stráka, mér finnst að þegar ég setja síman á silent þegar ég er Þetta var vekjaraklukkan, ég var að muna, ég var fund klukkan 6. Þetta er ekki skita á mér, sko. Mér finnst það óþægilegt að vera að reyka svo mikið eftir mér. Herru, Ingo Veðuguð, hann var semst með Dót og Tombólu núna síðustu helgi fyrir fram að Netto í Mjóttinni. Var Ingo Veðuguð með Dót og Tombólu? Já, jú, til styrta Rauða krossins.
Ég var búin að heyra þessu. Það var bara styrkja, bara góðverk. Var það búin að lappa bara í hús að byggja fólk Nei, hann satt bara með svona pappakassa öfugan og með svona dót, þú veist, hann var þetta með gamla diska með veðuguðunum, hann var með, Já, hann var að selja sitt dót. Já, notaða takka, sko, gamla gemsa sem hann átti og eitthvað svona kjaftaði. Okay. Og þú veist, þetta var bara fít business hjá honum, hann komið kannski með 3-4 skall í krukku og þetta var bara svona til styrtar. Já. Og foreldrar hann voru svona gefandi krökkunum sínum pening til að vesla af honum og hann klóraði smá í gítarinn fattari og söng svolítið og svona, þetta var bara fjör. Okay. Það var bara skemmtilegt svona fyrir utan netto. Já. Og já, sem nú alla frásögu færandi, nema hvað að þá fer hann þetta nærri, þá fer hann ofan í söfnunarbaukinn og tæmir hann stuði og skýst eitthvað bara svona í miðið tombólu að fólk og svoleiðis. Svo kemur hann tilbaka með póka úr ATFR og hann kaupir hann sér 2 kipur af Fosters og byrjar að södra hann. Það mjög góð, það fýtt bjór. Já, fýtt bjór og fólk fyrir svona nefnita við hann, sko. Það voru mörg vitna þessu, ég fikk alveg 2-3 posta með þetta. Og fólk fyrir svona nefnita við hann og segja hann svona, þetta nú ekki viðeigandi og svona. Og þá æsist Ingo allur og verður bara pirraður. Hvað, segir hann og stendur upp, sko, hvað? Og tekur restina úr krúsinni, þú veist, 350 kalla eitthvað svo leiðis, ríkur inn í bónusvídeó sem við hliðin og fyrir kassan, spilakassan, fyrir Bugsy og kemur svo alltaf reglulega svona út í hurð í sjoppunni, sko, ég er að styrkja, ef ég tappa þetta í kassanum, þá er ég að styrkja. Þetta er svona að vera nett erfið tímar í honum, Ingo og Frænda. Ég verð að viðkynna það. Þetta var að gerast. Fór hann í Bugsy? Hann fór í Bugsy. Og var svona alltaf að segja svona, þú veist, hvað, ég er í kassanum með það, ég er að styrkja. Þannig að Ingo við ykkur hélt tompólu í mjóttinni, eitti peningum í brenniðin og kassa. Já, Fosters og í Bugsy. Okay. Herru, svo er það við hoppum yfir á Pólaböngið serur, þá er það bara komið að síðasta slúðun. Þetta er 3. mólin, við fyrir beint í 3. mólin. Þú tekur bara næstu ykkur móla 2. Já, ekkert stress. Jafnilega ég fái 4 móla þá. Herru, en það er sem sagt, það er Bjarni Töframæður. Það er hann Bjarni. Hvað er með þig og töframenn? Hvað er með þig og íslenska töframenn svona ágrís? Bara ekki neitt. Ekki neitt? Alls ekki, ég er bara mjög gaman að töfrum og göldrum en sko Bjarni, hann fer hérna í húsdýragarðinn með fjölskyldunni núna fyrir stuttu og hann sko var hérna með galdrakvöld nóttin áður. Þar voru hinnir ýmsu galdramenn, hann galdramæður og það var Einar Mikael og Einar Einstaki og hvort að Jón Arnór hafi ekki mætt þarna. Hermann kannski líka? Já, og það var þarna bara svona galdrakvöld, sko, mjög skemmtilegt. Og hann vaknar þarna og svolítið svona vaknar daginn eftir og er á leiðin í húsdýragarðinn með fjölskyldunni og hann er svona... Það er ennþá í honum? Það er svona með í blóðinu, hann er svona aðeins með í blóðinu og hérna... Það er alveg sama hvaða töframann þú talar Steindi, þeir eru alltaf bara í því daginn eftir að fara að gera eitthvað af sér. Nei, sko... Og byrjuðu alltaf ekki að segja Jón Arnór töframar og Hermann Helen og svona, þetta eru, sko, Jón Arnór er 7 ára, hvað var hann bara í einhverju djammið þarna með töframann? Nei, hann kíkti snemma, sko, en málega er hann, sko, já, hann fæ sér þarna, en hann fæ sér 2-3 jager, staup, bara til að rétta sig við. Bjarni? Já. Daginn eftir? Já, bara, þú veist, er að fara, bara með í fjölskyldu time, sko, bara til að geta haldið höfði. En hann fer hérna sem sagt og hérna í húsdýragarðinn og þar að pissa, þar að kasta af sér sem nú ekki frá sögu færandi, nema hvað að það er röð á klóstið, rosaleg röð það er alltaf mikið að gera þarna sko, í fjölskyldu húsdýragarðinn þegar sól og flott veður það var löng röð á klóstið, krakkar hérna alveg og það var ekki séns, þannig að hann hoppar á bak við kofa sem er þetta og ætlar að bara pissa bak við hann bara sem er allt í lagi, segi ég sko, er það ekki? Ef enginn er að horfa. Það er ekkert að því. Ekkert að því og hann hérna gerði niður sig og er bara hérna með pippan úti og byrjar að pissa. Þá er þetta hænsnakofa, kemur ein hæna. Pippan limurinn þá? Já, er bara að pissa, þú veist. Og það kemur hæna hérna og er svona að djöfla svona í kringum hann.